Velkomin á 592. fund bæjarstjórnar Hvergilsbæjar sem haldinn í fundarsalnum Liðum 20, 10. apríl 2025 kl. 17. Fundinn sitja Halldór Benni Hreinsson, Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Thelma Rún Runólfsdóttir, Alda Pálsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Pétur G. Markan og Íris Bjargmundardóttir sem einnig ritar fundargerð. Einhverjar athugasemdir um fundarboð? Engar eru, þá hefur við dagskrá en í upphafi áður en förum til dagskrá þá ég legg til breytingu á dagskrá og það að ég legg til að loftslagsstefna Hvergilsbæjar sem er liður 8 í fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 1. apríl 2025 og sem er liður 8 á þessum bæjarstjórnarfundi verði sérmál nr. 13 á dagskrá fundarins. Einhverjar athugasemdir við þessa breytingu? Ef svo er ekki þá höldum við til dagskrá. Það er fyrsti liður ársreikning Hvergilsbæjar 2024 og það er fyrri umræða og hjá okkur mættur Magnús Jónsson frá KPMG Endurskoðun sem ætlar að fara yfir ársreikninginn og kynna endurskoðunarskýrslu. Ég þykir orðið. Takk fyrir það. Stjóri, ég ætla að reyna að opna hérna. Það er Þetta er líka. Það er finna viðkomandi til að gera það. Það er ekkert síðan. Já, það er. En já, menningin ég ætlaði bara að fara yfir ásetning sveitarfélagsins. Hann hefur verið lagður fram til fyrri umræðu, það að segja bæjarráð og byggðarráð hefur tekið til afgreiðslu. Hann er þá undirritaður og tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu. Endurskoðunarvinnan er í gangi og er mjög langt komin. Þannig að hlutverk ykkar er að þú bara ræða hann, spurja spurninga ef einhverjar eru, vísa honum svo bara áfram til síðar umræðu en þá er raunverulega hinn formlega afgreiðsla og undirritun bæjarstjórnar og endurskoðunar. Þannig að hugmyndin er að ég færi yfir reikninginn og jafnframt ætla ég að aðeins að opna hérna drög að endurskoðunarskýrslunni. Ég ætla að setja þetta hérna upp á vegg. Svona. Ásetningurinn er sem sagt, eins og ég segi. Er ég mynd á blaðsíðu 3, þá er hér skýrsla bæjarstjóra og bæjarstjórnar og bara rétt til þess að rifja upp og hvernig afgreiðsluferlið er í þessu. Á 3. apríl þá er ásetningurinn raunverulega lagður fram, tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn. Það er að halda því til haga. Það er ekkert óeðlilegt og óalgengt að reikningurinn taki einhverjum breytingum á milli umræðna. En það er ekkert sem við vitum af eða ekkert stórt í því. Það er þá mögulega viðbótar skýringar og einhverjar tilfærslur mögulega. Ef að niðurstaðan er svo að gera ekki uppfærslur þá fara þær uppfærslur sem við myndum telja rétt að gera á svokallaðum mismunarlista. En það er bara ákvörðun raunverulega ykkar stjórnenda. Síðan erum við þá með áritun endurskoðanda, hún kemur þá inn við síðar umræðu, þannig að við höfum bara sama hátt og við höfum haft höfum á í fyrra og höfum á hjá okkar viðskiptavinum, þar að segja að við birtum ekki áritun okkar fyrir við síðar umræðu til að það sé engin misskilningur á því hvar þetta er statt. Hér á blaðsíðu 5 er svo rekstrarreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2024 og þetta er bara sambærileg framsetning og var á fyrra ári og þið þekkið. Við erum þarna með A-hlutastarfsemina í fyrri 3 dálkunum. Það er þess að rauntölu 24, áætlun með viðaukum, það er að segja upphaflega áætlunin eins og þið samþykkið hana. Allir samþykktir viðaukar ársins, þar af leiðandi er þetta áætlunin sem er raunverulega bara í gildi í árslok. Upphaflega áætlunin er svo aftast í reikningnum og þar getur lesendur glöggvað sig á þeim viðaukum sem voru gerðir. Fyrra árið svo þarna í bláleita dálknum og svo er þá samstæðan í heild sinni þar að segja B-hlutinn
viðbættur þannig síðari 3 dálkum. Ágætt að rifja líka upp að inn í A-hlutatölunum eru samstarfsverkefni sem að sveitarfélagið tekur þátt í með sveitarfélögum á svæðinu og þau vega auðvitað talsvert inn í fjárhæðir. Þannig að þið sjáum bæði í öðrum tekjum og öðrum gjöldum eða öðrum rekstrarkostnaði. Þá eru nokkur frávik frá áætlun og það skýrist að hlut allavega til af því að inn í rauntölunum eru samstarfsverkefnin. Þau nema 200 eða ríflega 270 milljónum inn í öðrum tekjum og inn í öðrum rekstrarkostnaði eru þetta 477 milljónir, þannig að það munar aðeins það. Þannig að þið hafið það í huga að það eru tölur sem þið eru vanalega ekki með inn í ykkar fjárhæðar þegar þið eruð að horfa á A-hluta. Að öðru leyti samanstendur A-hluti bara aðalsjóði, eignasjóði, þjónustumiðstöð og fasteignafélagi Hveragerðis og svo sem samstarfsverkefnum og það fjallað þau í skýringu, þannig að þar sjáum við hvaða verkefni er að ræða. Og svo bætist B-hluti við og það þá fráveita, félagslegar íbúðir, vatnsveita, sílestaðarsjóður sem að mynda á samstæðureikning sveitarfélagsins. Ef við horfum á þetta fyrir samstæðunni heild, þá eru heildartekjur Hveragerðisbæjar á árinu 2024 5,5 milljarðar eða 5.553 milljónir tæpar sem er nokkuð umfram það sem þið voru að gera ráð fyrir áætlunum ykkar og nokkuð umfram fyrra ár. Heildartekjur á fyrra ári námu 5.066 milljónum og þið voru að gera ráð fyrir því í áætlunum ykkar með viðaukum að heildartekjurnar væru 5,2 milljarðar tæplega. Þetta greinist í útsvar og fasteignaskatt upp á tæpa 3 milljarða, framlög jöfnunarsjóðs upp á 1.543 og þau eru nokkuð umfram bæði fyrra ár og áætlun. Og svo aðra tekjur sem ég nefndi hér í upphafi upp á ríflega 1.062 milljónir. Á móti þessu eru svo rekstrargjöld samtals upp á 4,8 milljarða. Helga eitthvað að reyna að koma mér á jafnvægi, það gengur nú ekki til henni. 4,8 milljarðar, samanborið 4,3 samkvæmt áætlunum og 4,4 samkvæmt fyrra ári. Þannig að kostnaður hækkar nokkuð. Laun og tengd gjöld eru ágætlega í samræmi við áætlanir, 2.856 milljónir, var gert rétt ríflega 2,8 milljörðum í áætlunum en á fyrra ári voru þau með rétt ríflega 2,5 milljarð. Síðan er lífeyrisskuldbindingin, þar sem breytingin á henni dregin út, hún er aldrei þessu vant getur maður sagt, lægri en gert var ráð fyrir og lægri á fyrra ári og þetta er að koma sveitarstjórnarfólki ánægjulega, kannski ekki á óvart en allavega með áætlanir kannski á óvart en þróun lífeyrisskuldbindinganna almennt hefur verið að þær eru lægri en almennt var gert ráð fyrir. Þannig að þetta eru 50 milljónir sem færast til gjalda og svo er þá annar rekstrarkostnaður upp á 1913 milljónir sem er nokkuð umfram fyrra ár sem ná 1750 milljónum og talsvert umfram áætlanir sem voru þá 1445 milljónir. Þannig að samantekið eins og þú segir 4,8 milljarðar, þannig að rekstrarniðurstaðan er jákvæð upp á 732 milljónir. Reiknaðar afskriftir eru 162 og hækka frá fyrra ári en eru undir áætlunum og skýrist það að bara fjárfestingum ársins, þær hafa þá verið lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir en auðvitað eru þá nýframkvæmdir á milli áranna 23 og 24. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði eru þá þessar 570 milljónir, fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema tæplega 400 milljónum sem þýðir þá að rekstrarniðurstaða ársins eru 175 milljónir, samanborið við 28 milljónir króna halla á árinu 2023 og þið voru að gera ráð fyrir því að rekstrarniðurstaðan yrði tæpar 190 milljónir, þannig að þið eru nokkuð nærri lagi hvað það varðar. Aðeins varðandi A-hlutann bara þá eru heildartekjurnar 5,4 milljarðar, á móti þeim eru 4,7 í rekstrargjöld. Þetta liggur launakostnaðurinn að stærstum hluta eða nær öllu leyti í A-hlutanum, öll lífeyrisskuldbindingin liggur þar og auðvitað lungin af rekstrarkostnaði jafnframt, þannig að þetta eru 4,7 milljarðar, þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans eru 723, afskriftirnar reiknast 125
og rekstrarniðurstaðan fyrir fjármagnsliðið þar af leiðandi tæpar 600 milljónir. Fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur eru þá þessar 372 milljónir og rekstrarniðurstaða A-hlutans 225 milljónir, samanborið við 25 milljón króna rekstrarafgang á fyrra ári og áætlanirnar voru að gera ráð fyrir 183 milljónum. Þannig að það er verulegur bati af rekstri A-hlutans og hann er þá líka nokkuð umfram það sem þið voruð að vænta í ykkar áætlun. Nú, á eignahliðinni þá eru heildareignir og hér er engin áætlun, bara svona rétt til að rifja upp formatið á þessu. Þarna eru A-hluti og A- og B-hluti samantekin og við birtum þarna rauntölur 2024 og svo fyrra árs til samanburðar. Og þið sjáðu hér hægra megin að heildareignir sveitarfélagsins að aukast umtalsvert á milli ára, eru komnar yfir 9 milljarða og 42 milljónum betur, samanborið við 7,7 milljarða á fyrra ári. Þetta liggur eins og eðli máls gerir ráð fyrir að lengst stærstum hluta í langtímaeignum, þar sem fasta fjármunir eru tæpir 8 milljarðar af þessum 9 og eru þarna aukast fyrir miðri síðu úr 6,7 á milli ára. Þetta eru þá varlegir rekstrarfjármunir sem eru bara fasteignir, lóðir, veitur, gatnakerfi og svo framvegis, en síðan áhættu fjármunir og langtímakröfur sem eru þá stofnfjárhlutir og eignarhlutir, langtímakröfur og svo fyrirframgreiddur kostnaður sem við nemur þetta 320 milljónum. Og skammtíma hlutin af þessu, þar að segja að þeir fjármunir sem við gerum ráð fyrir að munu velta eða innheimtast á árinu 2025 eru þarna rétt ríflega milljarður og 71 milljón, samanborið við tæplega milljarð á fyrra ári. Og stærstu hlutin í þessu eru óinnheimtar tekjur sem eru þá allar skatttekjur og þjónustutekjur sem að liggja óinnheimtar áramót og innheimtast þá bara á fyrstu vikum og mánuðum ársins. Rétt að geta þarna búið að taka tillit til niðurfærslu og svona áhættu í þessu kröfusamningi. Þetta er þá sú fjárhæð sem við telja að muni klárlega innheimtast. Óveruleg fjárhæð hérna í byrðum, óveruleg fjárhæð í fyrirframgreiddu kostnaði og svo aðrar skammtíma kröfur sem tengjast þá ekki tekjum, sem þá fjármagnstekjuskattur eða eitthvað slíkt, getur verið virðisaukaskattur eða annað, upp á 60 milljónir og svo handbært fé sem að sveitarfélag hefur í sjóðum upp á rétt ríflega 200 milljónir. A-hlutin er svo þarna settur fram til hliðar og ég ætla svo sem ekki að fara djúpt í hann, en heildareignir A-hlutans eru þarna 8,6 milljarðar og 7,7 á fyrra ári. Og ágætt að hnykkja á því að þarna eru samstarfsverkefnir auðvitað líka að hafa áhrif inn í bæðis A-hluta og samstæðu, þannig að það er ágætt að hafa það í huga ef ykkur finnst þessar tölur vera hærri en þið eru voruð að horfa á úr ykkar bókhaldi. Skuldir og eigið fé eru svo hér á blaðsíðu 9 og við byrjum bara á eiginfjárreikningum sveitarfélaga, þá eigið fé rétt ríflega 1400 milljónir í árslok og ég þarna í samanteknum A- og B-hluta hækkar úr rétt ríflega eða milljarði 76 milljónum og skýrist breytingin þá bara afkomu ársins og endurmati á lóðum og lendum sem heimilt að færa samkvæmt stjórnsýslulögunum. Síðan eru þá skuldunum skipt í 3 kafla. Það er þá fyrsta lagi skuldbindingar sem þá lífeyrisskuldbindingin sem stendur í árslok í rétt ríflega milljarði og 26 milljónum og breytist óverulega á milli ára. Þannig að reiknaða hækkunin það koma þá bara greiðslur þannig að öllu leyti á móti. Og það auðvitað eðli þessar skuldbindinga eftir því sem að líður á tíman þá auðvitað fara rétthafarnir að taka greiðslur þannig að á næstu árum munu greiðsluáhrifin aukast en væntanlega mun þá líka fara að ganga á skuldbindingum. Að sama skapi auðvitað byggja þessar skuldbindingar á því að rétthafarnir séu lifi og þiggi lífeyrisgreiðslur þannig að auðvitað hefur það áhrif líka og eðli málsins er að hún mun lækka þegar það líður á hann. Langtímaskuldirnar eru þá annars vegar bara hefðbundnar skuldir við lánastofnanir upp á rétt ríflega 5 milljarða og svo leiguskuldir upp
upp á 236 sem eru þá bara vegna mannvirkja. Þannig að samantekið eru leigutímaskuldir 5,2 milljarðar og svo eru skammtímaskuldirnar sem eru þá verið að gera ráð fyrir að greiðist á næstu 12 mánuðum, þar sé árið 2025. Þær nema þarna 1300 milljónum, 1360 milljónum. Og þar erum við þá efst með skuldir við lánastofnunum sem eru þá bara yfirdráttarlán sem er dregið á og þetta er þá bara punktstaðan á gamlársdag 2024. Síðan drögum við fram næsta árs afborganir, lífeyrisskuldbindingar, langtímaskulda og leiguskulda, óveruleg innlausn á innlendum tekjum og svo eru þá aðrar skammtímaskuldir sem eru þá launatengd gjöld og fleira sem er þá ógreitt í lok árs þessar 635. Þannig heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins 7,6 milljarðar í árslok. Sjóðstreymisyfirlitið, ég ætla ekki að hlaupa yfir það, það er oft gagnlegt að glugga sig á því og það er þá sama framsetning og er í rekstrarreikningnum. Við erum þarna með áætlunina til hliðsjónar og þarna byrjum við í efstu línunni með afkomuna eins og hún kemur út úr rekstrarreikningnum. Við vorum með hagnað upp á 225 milljónir í A-hluta og þessar 175 milljónir í samanteknum á B-hluta. Og ef við horfum á samstæðunni í heild þá leiðréttum við þarna í efsta kaflanum fyrir liðum sem hreyfa ekki handbært fé. Þessi reiknuðum liðum sem eru þá afskriftir, verðbætur sem leggjast við höfuðstól lána og hafa þá bara greiðsluáhrif á hverjum gjalddaga og svo framvegis, hækkun lífeyrisskuldbindingar sem er þá reiknaði hlutinn. Og þegar búið að taka tillit til þessars þá er veltufé frá rekstri sveitarfélagsins 640 milljónir. Samanborið við 650 á fyrra ári og þið voru að gera ráð fyrir þarna 750 milljónum í ykkar áætlun. Ef við horfum á A-hlutann þá er það mjög sambærileg fjárhæð, 638. Síðan tökum við tillit til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum. Það er einfaldast að útskýra það þannig að þetta liggur þó bara í því hvernig kröfur eru að þá að innheimtast eða þið eruð að lána. Og svo hvernig skammtíma skuldir eru þá ýmist að greiðast eða þið eruð að fresta greiðslum yfir árum. Þetta snýst þá hvort að peningarnir eru í bankanum á gamlársdag eða munu skila sér eða verða greiddir út í upphafi nýs árs. Þannig að þetta eru þá 25 milljónir sama tekið þarna, ég sjáu þarna neðst í þessum kafla, sem hefur neikvæð áhrif á handbaraféð. Það kemur til lækkunar á veltufénu. Þannig að handbært fé frá rekstri þarna fyrir miðri síðu eru þá 613 milljónir samanborið við 727 á fyrra ári. Og það er raunverulega sú fjárhæð sem þið hafið til ráðstöfunar eftir árið. Þið nýtið þá fjárhæð raunverulega alla og meira til fjárfestinga, þannig að þið eru með fjárfestingar þarna upp á 1267 milljónir sem að þá eru fjármagnar að hálfu leyti raunverulega með handbæru fé frá rekstri, þar sem út af stendur þarf þá fjármagnar með öðrum hætti. Og fjárfestingarnar eru þá bara þessar hefðbundnu fjárfestingar í rekstrarförmum og þið sjáu þá áætlunartölurnar hann til hliðar, þannig að þið voruð að gera ráð fyrir að fjárfesta fyrir 2,3 milljarða tæplega í ykkar fjárhagsáætlunum, en reyndin var lægri þannig að 1281 milljón var þá raun fjárfesting ársins, sem er talsvert umfram fyrra ár. Aðrir liðir í þessu eru óverulegir, okkur ber að draga út það sem snýr að íbúðarhúsnæði. Það er þá sett í sérstaka línu. Svo sjáum við líka gatnagerðar gjalda áhrifin þarna inn í 52 milljónir sem eru nokkuð undir áætlun. Þannig mismunurinn á því sem kemur frá rekstrinum og því sem þið verið til fjárfestinga þarf þá að mæta með lántökum eða annars konar fjármögnun. Og þið sjáum að fjármögnunarhreyfingarnir eru jákvæður upp á 654 milljónir. Þannig að þið dragið á yfirdrátt eða skammtíma lánalínur, kannski betra að kalla það upp á 204 milljónir. Þið greiðið af lánum upp á 403 og afborgunum leiguskulda. Svo eru tekin lán upp á 876 milljónir. Og að sama skapi þó þetta speglast þar sem þessi milljarður sem fer ekki til fjárfestinga eins og gert var ráð fyrir áætlunum, að sama skapi þetta bara dregur úr fjármögnunarþörfinni á móti, þannig að það rekur sig bara með eðlilegum hætti þarna niður. Þannig að þetta samantekið þýðir að breytingin á handbæru fé er bara óveruleg, mjög óveruleg á milli ára. Þannig að þið voru með 212 milljónir handbærar í árslok 23 og þið eru með 213 í árslok 24.
Síðan taka bara við hefðbundnar skýringar sem ég ætla svo sem ekki kannski að stoppa mikið við, en það er ágætt bara að rifja upp hvernig reikningurinn er samansettur. Þetta er auðvitað talsvert mikið af upplýsingum, tæplega 30 blaðsíður. Þetta er náttúrulega mjög staðlað í framsetningu á milli sveitarfélaga, byggir á reglugerð 1212 og lögum um ársreikninga, þannig en í grunninn er þetta sett fram í sömu röð og reikningurinn bara kemur fyrir, þannig að það er byrjað á tekjum og svo koma gjöld og svo rekur efnahagsreikningurinn sig út. Og fyrsti hlutin eru reikningsskil aðferðnar, þar sem er bara gert grein fyrir því hvernig farið með einstaka liði, sem eru þá bara svona textaskýringar, og síðan taka þá við tölulega sundurliðanir hérna frá og með skýringu 4. Þannig að þar hafið þið til dæmis rekstratekjurnar og getið glöggvað ykkur á því hvernig þær greinast. Framlög jöfnunarsjóðs sem dæmi þar sem að þið eru að fá talsvert meira út úr jöfnunarsjóðnum en þið voru að gera ráð fyrir í ykkar fjárhagsáætlunum. Þið sjáu þá í hverju það liggur. Þið sjáu það fasteignaskattsframlagið er nokkuð hærra og svo framvegis. Þannig að þið getið glöggvað ykkur á þessu, síðan koma bara laun, fjöldi stöðugilda og allar þær upplýsingar sem einhver ber raunverulega að setja fram. Fjármagnsliðir og svo tekur efnahagsreikningur við. Mig langar líka að nefna sko að þegar þið eru búin að reikningur í gegnum þetta, þá koma hér, ég nefndi það nú, þessi samtalsverkefni sem eru náttúrulega býsna umfangsmikil, sérstaklega hérna á Suðurlandinu. Þá listum við þau upp þarna, bergrissan, brunavarnir, héraðsnefndir og svo framvegis. Og þið sjáum hvaða áhrif þetta hefur inn í afkomuna, inn í eignir, inn í skuldir og inn í eigið fé. Þannig að þið getur sagt að jákvæð afkoma A-hlutans og þar með samstæðunar eru 80 milljónir út úr samstarfsverkefnum. 400 milljónir koma til hækkunar á eignum, 330 til hækkunar á skuldum og svo framvegis. Þannig að þetta er upplýst það og eignarprósentan ykkar eða ábyrgðarhlutin er nú þetta kannski rétt efnið þessu. Og þetta er breyting eða er svona tiltölulega nýlega komin inn, allir í 3. árið sem þetta er inni, að sveitarfélögum ber að taka inn í reikningsskil sín samstarfsverkefni, þannig að þau áhrif þeirra komi inn í fjárhæðirnar. Svo eru hér skýringar, kannski ég vildi vekja athygli ykkar á hér aftast í reikningum eru svo lykiltölur og ýmsar sundurliðanir þegar að yfirferð einstakra liða sleppir. Það er líka fjallað önnur mál sem mögulega eftir að koma inn. Það var ekki, það mun þá væntanlega verða breyting á milli umræðna. Þið munið fá þau gögn tímanlega og ef að það verða breytingar á milli umræðna þá munum við flagga því mjög vel við ykkur, þannig að þið sjáum þá bara nákvæmlega hvað mun breytast eða hvað bætist til. En lykiltölurnar eru setta fram bæði fyrir A-hlutann annars vegar og svo A- og B-hlutann hins vegar og þarna getið við glöggvað ykkur á þessum viðmiðum öllum sem að bæði er í sveitarstjórnarlögunum og önnur viðmið sem er mikið verið að nota til samanburðar á milli sveitarfélaga. Þannig að það bæði verið að reikna út ýmsar kennitölur, horfa á kostnaðarlið í hlutfalli við rekstratekjur og bæði fyrir A-hluta og A- og B-hluta og svo er verið að horfa hér alveg aftur til ársins 2020 varðandi þróun liða í krónum og íbúa sem er mjög vinsælt að horfa til þegar verið svona kanna fjárhagslegan styrk og afkomu sveitarfélaga. Og svo hér í lokin, hér kemur B-hlutin, A- og B-hlutin samantekin og síðan í lokin eru hér yfirlit yfir þá málaflokka niður á 3 ár líka og þannig að þið getið séð hvernig málaflokkar hafa þróast yfir tíma, bara í fjárhæðum á föstu verðlagi og svo í lokin ber ykkur að upplýsa fjárhagsáætlun ykkar, þar að segja þarna sjáum við upphaflega áætlunina sem þið þá samþykkið í desember 24 og svo hafið þið samþykkt formulega viðauka við á áætlunarárinu og þeir eru þá dregnir fram hér bæði fyrir rekstrarreikninginn og sjóðstyrming. Þannig áætlun með viðaukum þarna í 3. dálki og svo aftasta dálknum eru þá fjárhæðirnar sem þið sjáið í ársreikningum. Þetta er reikningurinn og þetta er auðvitað heilmikið talnafargan en og kannski ef það er einhverjar spurningar að umræða þá tökum við það kannski bara í lokin. Ég ætlaði kannski aðeins bara að fá að opna með ykkur endurskoðana skýrsluna. Kannski bara hnykkja á því að hún er raunverulega bara í drögum og í vinnslu, en mér langaði samt aðeins bara þannig að þið til upprifunar kannski
bara varðandi tilganginn og svona hvernig við erum að nýta okkur þennan vettvang. Við erum semst að beina þessari skýrslu til bæjarstjórnar og ætlum henni ekki í grunninn aðra dreifingu. Þannig í þessum inngangskafla þá raunverulega bara hnykkjum við á ábyrgðarskiptingunni, það er að segja að það eru ábyrgð ykkar sem kjörna fulltrúa í bæjarstjórn að það sé settur fram ársreikningur, hann sé gerður í samræmi við lög og reglur og svo framvegis. En það er þá á ábyrgð okkar að votta það og staðfesta það að framkomi allar upplýsingar séu nægjanlega réttar til þess að notendur geti nýtt sér reikninginn. Og svo þá tilgangur skýrslunnar að koma á framfæri þá frekari upplýsingum til ykkar og þá athugasemdum ef einhverjar eru. Þá er þetta vettvangurinn til þess. Þannig að við höldum því alltaf til haga. Annars er skýrslan raunverulega bara hefðbundin frá fyrra ári. Við fjöllum aðeins okkar skuldbindingu og okkar gæðakerfi og fleira og vísum þarna í kassanum þarna niðri til hægri í gagnsæisskýrslu KPMG sem er bara birt á heimasíðu og þar er hægt að glöggva sig á upplýsingum varðandi eigendur félagsins afkomu, við birtum ársreikninga, við birtum upplýsingar gæðakerfi okkar og svo framvegis. Allt sem raunverulega þið þurfið að vita varðandi okkar afkomu. Fjöllum aðeins okkar vinnu. En síðan eru hér helstu niðurstöður og þið sjáu að hér er þetta gult aðeins og það er nú bara af því að við höfum ekki lokið vinnu okkar. En ágætt að hafa í huga það er allt undir í þessari vinnu okkar. Við höfum afgreitt stjórnsýslu skoðunina og svo sjáu þið þarna hægra megin upp í horninu að þessi mál sem eru þá frágengin samhliða seinni umræðu. Það er þá móttak og undirritun og staðfestingarbréf stjórnenda sem er svona staðlaplagg sem bæjarstjóri skrifar undir. Afgreiðslu og áritun bæjarstjórnar sem eru þá ykkar áritun og svo munum við þá gefa út okkar áritun og loka útgáfu á endurskoðunarskýrslunni. Og þetta fáið þið allt tímanlega fyrir síðan umræðuna. Umfangið, það er allt raunverulega undir í okkar vinnu, þannig að það er ekkert óljóst í því. Svo fjöllum við bara hér einstaka liði, þetta eru þá samstarfsverkefni sem ég hef nefnt aðeins og síðan erum við bara með umfjöllun einstaka liði. Horfum auðvitað mikið á mögulega sniðgöngu stjórnenda og eftirlitsumhverfi. Það er bara svona skylduaðgerð og eftir því sem ef að segja svona utanumhaldum fjármál færist meira inn í fjárhagsupplýsingakerfi þá auðvitað reiðum við okkur mikið á því að rýna gögn sem við tökum á þeim kerfum og kanna hvort að verklag og skipulag í kringum þá vinnu er ekki örugglega með eðlilegum hætti. Bara svo það sé tekið fram, það er ekkert í okkar vinnu sem hefur gefið tilefni til að þetta sé með einhverjum öðrum hætti en hefur verið á fyrra ári en við höldum hins vegar þeim fyrirvara að þetta er bara drög í vinnslu þangað til við klárum okkur að þessu. Langar aðeins líka að hnykkja bara í lokin að við setjum fram í viðauka bara svona ykkur til glöggvunar svona lykiltölur, kannski líka rifja upp að COVID ákvæði í sveitarstjórnarlögunum eru ennþá í gildi, þau gilda raunverulega fyrir 2025, þar að segja að þessi ákvörðun að taka eða víkja frá skilyrðunum. Þannig að eftirlitsnefndin og svona þeir eftirlitsaðilar sem hafa verið kannski að senda sveitarfélögunum ábendingar eru þá að gera það svolítið að eigin frumkvæði. Það er í raun og veru ekkert regluverk í gildi en að sjálfsögðu eru reglurnar og viðmiðin viðeigandi og mikilvægt að hafa þau í huga. En formlega séð þá er það ekki fyrir við ársreikning 2026 sem að segja að það er að fara að taka ámunum svona formlega eftir reglunum. Bara við höfum birt svona töflu og okkur finnst það gagnlegt líka bara að ræða við stjórnendur svolítið á þessum nótum. Þannig erum við þá með rauntölur 2023 og 2024 og svo erum við með áætlunina ykkar eins og þið samþykktuð hana. Og hún liggur raunverulega bara á heimasíðu sveitarfélagsins og við drögum hana fram svona lykilstærðir sem okkur finnst svona gagnlegar og gefa kannski vísbendingar hvernig svona bæði þróunin og svona hvernig þá væntingarnar eru framgang. Og þið sjáið þarna í efstu línunni það bara rekstrartekjurnar sem eru þá þessi 5,5 milljarðar núna í árslok 2024 og þið eru að gera ráð fyrir að þróunin verði á næstu 4 mánuðum þannig að þetta verði orðnir 7,2 milljarðar hér í lok árs áætlunartímans 2028.
Og raunverulega kannski það sem svona gagnlegt í þessu auðvitað að þið gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan verði þróist áfram í jákvæðum hætti, verði þarna orðið 312 milljónir segi ég í lok árs. Síðan kannski ekki síður gagnlegt að átta sig á því hvaða fjármunamyndun verður út úr rekstrinum, af því að sú fjármunamyndun auðvitað grundvöllurinn af því að menn geti greitt á lánum og framkvæmt eftir því sem að menn hafa væntingar til. Og þið sjáið hérna fyrir neðan þessa gráu línu það veltu fyrir rekstri eins og það kemur út úr ykkar ársreikningum annars vegar og áætlunum hins vegar og svo það sett í samhengi við afborganir lána og leiguskulda. Og það þá raunverulega bara staðan miðað við ykkar skuldbindingar eins og þær eru og ykkar skuldbindingar eins og þið væntið að þær verði næstu 4 ár. Og svo hér feitletur lína þar sem stendur uppsafnaður afgangur eftir afborganir lána og leiguskulda. Og það raunverulega það fjárhagslega svigrúm sem þið hafið þá til þess að fjárfesta án þess að taka viðbótarlán. Og þið sjáum að þetta jákvæð fjárhæð sem auðvitað mikilvægt, 271 milljón í árslok 25 og svo safnast þetta upp yfir tíma og verður svona 1130 milljónir í lok áætlunum tímans. Þið eru svo með fjárfestingar hreyfingar hér áætlaðar, milljarður 617 og 366 sem safnast upp í 3 milljarða og 41 milljón sem þýðir þá að þið þurfið að fjármagna mismunin með lántöku. Og þið eru að gera ráð fyrir því að lántökur á þessu tímabili verði samtals 2,5 milljarður. Þannig að þið eru þá með óleysta fjárþörf getum við sagt upp á þessa 642 sem þá eitthvað sem að þið ætlið þá annaðhvort að ná út úr bættum rekstri eða með öðrum hætti. Þannig að bara á þess að hafa miklar skoðanir á því þá finnst okkur alltaf gagnlegt og það klárlega gagnlegt fyrir bæjarstjórnar fólk að setja þetta í samhengi af því að þarna erum við auðvitað komin þá með nýja rauntölu til að bera sig saman við. Síðan bara tökum við þessar rekstrar mælikvarða, þessar rekstrarreglur eða fjármálareglur út úr sveitarstjórnarlögunum þannig að þið sjáið rekstrarjöfnuðinn hérna í neðstu línunum. Hann var neikvæður en orðinn að snúast við. Heildarskuldir, hvernig þær þróast og svo hvernig hlutföllin, skuldahlutfall og skuldaviðmið eru. Við erum svo með töflur sem að fylgja þar sem við drögum þessar kennitölur aðeins betur út. Þannig að þið sjáum hvernig þróun og áætlun tekna liggur í heild sinni. Þið eru með rauntölurnar 5,5 milljarða sem við vorum að horfa á áðan og svo er verið að gera ráð fyrir því að hækkunin á milli ára verður þarna kringum 7%. Framlegðin muni batna og verði þarna í kringum 14–15% á áætlunartímanum. Við horfum á fjárfestingarnar sem ég nefndi áðan og þið sjáum að þær safnast þarna upp í 3 milljarða rétt ríflega og svo sjáum við hvernig fjárfestingarhreyfingarnar koma á móti samtals, þarna bleika línan. Og uppsafnaður afgangur þarna upp á 642 yfir tímabilið. Og síðan horfum við hér á þessar fjármálareglur, það er að segja rekstrarjöfnuðinn fyrir A-hluta og samantekinn A- og B-hluta og rétt að rifja upp að þessar formlegu reglur gilda bara fyrir samstæðan í heild þó að sé alveg verið að benda mönnum á að þurfi líka að huga að A-hlutanum en rétt að hafa í huga að reglurnar eru snúa samstæðan í heild. Framleiða hlutfallið og svo að lokum eru hér hvernig við gerum ráð fyrir það. Skuldahlutfall annars vegar þróist og hins vegar skuldaviðmið. Og skuldahlutfallið er þetta einfalda hlutfall tekna og skulda. En skuldaviðmiðið er það sem er búið að leiðrétta fyrir ýmsum liðum á báðum löndum. Þannig að þetta er skýrslan, þið fáið hana í formlegri og endanlegri búningi. Við síðar umræðanum mig langaði bara aðeins að sýna ykkur honi það samlega þessari kynningu. En að öðru leyti liggur þetta bara fyrir og til umræðu og athugasemdum. Takk fyrir yfirferð Magnús, heilmikið af tölum og greinum og yfirferð. En það verður ekki orðið hlust á þetta að kannski vakna einhver spurningar kringum einstaka liði en við bjóðum upp á vinnufund á milli umræðanna. Það er fyrir meirihluta og minnihluta sem þá grafist von í einstaka liði og það eru flóknar og snúnar spurningar. En það var ekki orðið hlust, þá erum við með litla bókun. Forseti, meirihlutinn vill bóka svohljóðandi undir þessum
Í ársreikningi Hveragerðisbæjar fyrir árið 2004 er að finna afar jákvæða og einstaka rekstrarafkomu bæjarins. Þetta er sérstaklega ánægjuleg niðurstaða í ljósi þess að nú stendur yfir tímabil umfangsmestu fjárfestinga í uppbyggingu innviða og þjónustu í sögu bæjarins. Fjárhagsleg staða bæjarins er öflug og stendur vel undir áframhaldandi fjárfestingum í innviðum og þjónustu til bæjarbúa. Samstarf bæjarstjórnar hefur verið gott undanfarið ár og það skiptir miklu máli til að tryggja sem besta útkomu allra bæjarmála. Í þágu Hvergerðinga. Í Hveragerði er öflugt lífsgæða samfélagi í vexti og það eru sannarlega bjartir tímar framundan í bæjarfélaginu okkar sem stendur nú í blóma sem aldrei fyrr. Og undir þetta rita Dagný, Sandra, Halldór, Thelma og Njörður. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Norður laust, takk fyrir þetta máls. Vel, Eyþór. Takk fyrir þetta og góða yfirferð. Það sem ég langaði að vekja athygli á í þessu, það er þetta að tala góða rekstrarniðurstöðu, en það sem að vekur strax athygli er hvaðan kemur plúsið. Og framlög jöfnunarsjóðs þetta er 200-300 milljónum herri heldur en gert var ráð fyrir áætlun. Það var gert ráð fyrir 1.300.000 milljónum en eru 1,5 milljarður. Rúmlega 1.543 milljónir. Þannig að þarna er veruleg og ef að þetta væri tekið út, þá væri bæinn rekinn í mínus. Síðan kemur, ég held að það sé örugglega ekki inn í þessu, þá koma 80 milljónir frá Bergriðsam. Er það ekki rétt skilið, Magnús, að það kemur ekki viðbútt? Koma 74 frá. Eða 74 frá Bergriðsam. 80 jafnsamstarfsverkefnum í heim. Já. Þannig að það er nú allt og sumt í góðum rekstri. Þetta er í rauninni í mínus þegar þetta er skoðað grannt. Og vegna þess að áætlunin, það koma þarna sem betur fer fyrir reksturinn fullt af milljónum til þess að snúa þessu við. Svo langar maður að spyrja eitt atriði, svona á þessum fundi, varðandi þetta, það er bílastæðasjóður. Hann er rekinn með halla eftir þess að ég get best séð á árinu 24 og mér langar að spyrja hvers vegna. Fyrir að skýringar á því. Takk fyrir þetta, Eyþór. Ég er með skýringar á leðum hundum, það er einhver. Má svara þessu skriflega tíðin, Eyþór, þessu útskýringar á þessu? Er það í lagi? Eitthvað annar? Eyþór, Njörður fyrir ekki það? Forseti. Ég langaði bara að koma hér upp og bara fagna þessari ekstra niðurstöðu og það er ánægjulegt að sjá að þær áætlanir sem við settum okkur upphafi kjörtímabilisins eru svona að raungerast og svona til þess að fólk átti sig kannski á þessari stöðu þá setti ég þessa niðurstöðu upp í mynd hvernig það hefur verið síðustu ár frá 2019 og við hljótum öll að fagna þessari niðurstöðu að hafa náð í raun og veru að koma reikningi bæjarins í búið. Takk fyrir þetta, Njörður. Svarum og spurningin segir þú sá, svar. Það er með áætlun og viðhald og framkvæmdum við stíga upp í dag og að smersa það. Úr með meira eitthvað á áætlunum til þess. Fleiri sæl, þess árs. Já, ég vil þakka Magnúsi kærlega fyrir. Þetta var verulega vel gert og yfirferðin bæði yfir og róleg og skýr. Ég er aðeins að spá í fjárfestingarnar af því að þar er áætlun upp á 2,1 rúmmann en er í raun upp á 1,2 rúmmann. Og ég bara spá í af hverju, hver skýringin, bara rifjað upp, hver er skýringin á því að það er ekki, var það peningaleysi eða voru verkefni ekki tilbúin og man ég ekki hvernig það hljómar. Og svo nú annað.
Síðan var nú með einhver stað sem ég var ekki búin að fá. Já, mér langaði að spyrja út í aðalsjóðina því að nú erum við með nefndirnar hjá okkur og ég sé að það er ekki alveg sett upp eins og nefndirnar eru samsettar og ég var bara að spá sko hver er skýringin á því að það er ekki sama fyrirkomulag á sviðunum hjá okkur og nefndirnar segja til. Það er hérna ákveðin samantekt á í rauninni svona þessum varanlegu rekstrarfjármunum og fjárfestingu á síðu 17, blaðsíða 17 í skjalinu en hún er hérna síða 15 ef maður er með þetta í tölvunni. Þar kemur fram í rauninni stærsti liðurinn sem munar og það er einfaldlega að það eru inni þarna 713 milljónir sem að tilheyra Óskalands leiguskuldbindingunni og það er svona stærsti munurinn. Það í rauninni kemur ekki inn á síðasta ári eins og var ágert, heldur kemur þá inn síðar. Já, forseti. Þeir eru fullt af menn. Það eru svona nokkur atriði kannski sem að því Njörður varpaði hérna upp þessu línuriti. Þá voru framlög jöfnunarsjóðs í 2019 til Hveragerðisbæjar 533 milljónir, 2020 524, en núna er þetta sem 23 1285 milljónir og 24 1544. Og þetta er náttúrulega allt annar veruleiki sem er við að fást og kemur raunverulega óvart af hverju húsin er ekki bara miklu stærri og handbært fé frá rekstri til dæmis miklu hærra. Svo var talað mikla innviðauppbyggingu. Hún hefur nú ekki sést á kjörtímabilinu hingað til, en vonandi stendur það til bóta. Það er að koma allavega gervigrasvöllur og íþróttahús, en við höfum ekki séð mikið annað gerast. Skólinn er búinn að vera í uppbyggingu í mörg ár, já, það er rétt. En þetta er svona, það er ýmislegt sem er söknum í þessu. Getum tekið það betur síðar. Takk fyrir þetta er það. Sandra, ég fyrst. Forseti. Ég mér langar bara að koma hérna upp aðeins og auðvitað er þetta góð niðurstaða og við höfum auðvitað bætt í gríðarlega í þjónustu við íbúa bæjarins. Við erum auðvitað búin að styrkja margar stofnanir. Við erum búin að styrkja stjórnsýsluna hér og þjónustu við íbúa hér á bæjarskrifstofunum til muna. Þannig að það þarf að taka það líka inn í því að við viljum auðvitað þjónusta íbúana okkar. Og það að við séum með jákvæða rekstrarniðurstöðu er auðvitað mjög gott og eins og þið komið inn á, bæjarfulltrúi Eyþór kom inn á að það er aukið framlag úr jöfnunarsjóði. Og jöfnunarsjóðinni er auðvitað jöfnunartækifæri fyrir sveitarfélögin til þess að jafna fyrir þau sveitarfélög sem hafa ekki sterka tekjustofna. Við höfum ekki höfn hér í Hveragerði, við höfum ekki orkufyrirtæki eða stór fyrirtæki og við erum landlítið sveitarfélag. Þannig að jöfnunarsjóðin kemur vissulega inn þarna til þess að jafna tækifærin og það er auðvitað bara gleðilegt líka að með tilkomu breytingu á jöfnunarsjóðnum eins og við sjáum að eru drög þær breytingar að þá erum við að fá þar aukin fjármagn þar líka til viðbótar við þessa aukningu sem er líka mjög jákvætt. Við erum auðvitað sveitarfélagi í vexti en það hafa vissulega verið gríðarlegar fjárfestingar hér. Skólinn hefur verið í uppbyggingu undanfarin ár líkt og bæjarfulltrúi Eyþór kom inn á, það er alveg rétt, en við erum núna í 3. áfanganum og það er ekki, við erum ekki búin ennþá, það er 4. áfangin eftir. Leikskólinn er að klárast, er á lokametrum og við tökum það fyrir hér seinna á þessum fundi gervigrasvöllinn. Íþróttamannvirkið kemur til með að rísa líka. Svo ég tala nú ekki skólpilsumstöðuna og aðrar mjög bara dýrar fjárfestingar.
Þannig að enn og aftur, rekstrarniðurstaðan góð og þjónusta við íbúa hefur bæst til muna og það það sem jákvætt hér. Takk. Takk fyrir Sandra. Fleiri spurningar máls? Svo ekki, þá ætlum ég að vísa, leggja að bæjarstjórn samþykkja að vísa ársreikningi 2024 til síðari umræðu til sem samþykkja að leggja merki. Það samþykkt samhljóða. Samþykkt svar við. Merci. Ég skulum svolítið þessi laus. Það var einhvern búinn að svara að finnast til fund á milli Sandra, takk fyrir það. Eða sem sagt hvernig fyrirkomulagið? Fyrirkomulagið. Skýrslum. Já, skoðu það. Þá förum við í dagskrá nr. 2 sem er samþykkir bæjarráðs frá 20. mars 2025 og orðið lustum samfélagslega. Ekki fyrir til máls og þeir eru fyrir til staðfestingar. Svo fljótur. Svo fljótur. Staðfest. Það liðir 3 fundingar bæjarráðs frá 3. apríl 2025 og þar eru liðir ágreidd sérstaklega nr. 9 og 10 og liður 9 það opnun tilboð í verkið Hvergis gervigras-völlur, gervigras, ágreidd sérstaklega. Það lagt til að bæjarstjórn samþykkja að taka tilboð í verksbjóðanda Metatron EHF í verkið sem 104,1% af kostnaðaráætlun verksins en uppfyllir bjóðendur öll skilyrði útboðsgjalda. Það er laust. Og ekki máls þá legg ég til að bæjarstjórn samþykkir verksbjóðanda Metatron til að gefa merki. Það samhliða. Það liður 10 opnun tilboð í verkið Hvergir gervigras-völlur tæknirými búnaður sem þarf ágreidd sérstaklega. Það lagt til að bæjarstjórn samþykkja að taka tilboð í verksbjóðanda BF16 EHF í verkið sem 72,36% af kostnaðaráætlun verksins en uppfyllir bjóðendur öll skilyrði útboðsgjalda. Orðið snarlið, samþykkjarsöl. Forseti, ég gat ekki látið þessa liði 2 framhjá mér fara og tjáma aðeins þetta eins og ég kom inn á áðan. Þetta auðvitað gríðarlega mikil fagnaðarerindi að við séum að samþykkja þetta hér. Það verður auðvitað, við erum að tala gervigras-velli í fullri stærð og lýsingu og eins og best verður á kosið og það verður ótrúlega gaman að sjá fótboltakrakkan okkar og aðra krakka hér og bara bæjarbúa spreyta sig á grasinu þegar þetta lítur dagsins ljós. Metatron og hefur staðið sig vel í að setja upp gervigras-velli og þeir eru vanir því þannig að ég hef engar áhyggjur af því að það kom ekki til með að standast. Þannig að ég bara hlakka til að sjá þetta verða veruleika og þetta verður mikil uppbygging og fyrir bara knattspyrnu á Suðurlandi vil ég leyfa mér að segja hér. Takk fyrir Sandra. Þetta er svo vel. Forseti, langaði bara að spyrja, reyndar var bæjarstjóri búinn að svara spurningunni á opnu húsi hjá okkur sjálfstæðismönnum síðustu helgi en kannski ágætt að kalla það hérna fram hver heildarkostnaðurinn lítur út fyrir að vera núna við völlinn og þá hvort það allt inni, sem sagt lýsing og hiti og allt komið fyrir utan auðvitað rekstrarkostnað. Takk fyrir það. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur, takk fyrir spurninguna og takk fyrir góðan fund á laugardaginn. Gott að geta farið svona reglulega yfir bæjarmálin. Við erum að gera ráð fyrir að þessi framkvæmd gervigrasins sé og fari inn í fasteignafélagið okkar og þannig fáum við ívilnanir vegna virðisauka sem skiptir okkur miklu máli þannig að þá erum við einhvers staðar með rúmlega 400 milljónir myndi halda við lokaniðurstöðu á þessum mannvirki. Við erum með lýsingu núna sem í útboðsferli og við vonumst til þess að fá hagkvæm tilboð inn í það og þá bætist sú lýsing við. Það svona völlurinn sem þá uppkominn með möninni sem við byrjuðum á að vinna einnig síðasta sumar.
Þannig að, en við gerðum ráð fyrir í fjárfestingaráætlun ársins 300 milljónum í þennan lið og ég tel að það ætti að vera innan marka. Þannig að þetta eru svona stóru drættirnar í þessu verkefni. Takk fyrir þetta, Pétur. Altekjusson. Já, þá langar maður að spyrja líka, hvenær áætlað að við byrjum að nota völlinn og hvenær áætlað að hann verði full tilbúinn með völlinn? Takk fyrir þetta, Alda. Ég bara Kalmar. frekar til fjölsins. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilhöfendur. Takk fyrir þessa fyrirspurn. Eins og framkvæmdir að leggjast út núna og tíðin hefur bara verið býsna góð. Þá gerum við ráð fyrir því að þessi fasi sem er núna, lagnavinnun og annar, klárist einhvern tímann lok apríl, miðjan maí og þá ættum við að geta lagt út grassið. Við erum að gera ráð fyrir því að svona snemmsumars, vorsnemmsumars að geta spilað af vellinum. Við langar að setja þetta í samhengi af því að við erum að ræða þetta. Uppbyggingin og í raun og veru tímamótin í þessu mannvirki gefa í raun og veru svolítið glögga mynd af leik sem ég horfði á bara núna í vetur. Þá horfði ég á leik hjá fjórðuflokki kvenna, stúlkna. Hann var spilaður í Hafnarfirðinum og þær voru að spila í Faxaflóamótinu. Þetta er leikur sem þarf að spila á fullbúnum keppnisvelli og svona leikur hefur aldrei getað farið fram í Hveragerði, í sögu Hveragerðis, nema 3 mánuði á ári eða vel við það. Núna, með þessari uppbyggingu, þá getum við spila svona leiki allt árið umkring. Við vitum hins vegar að veturinn geta verið ólíkir og tindóttir eins og mennirnir og en eins og við erum að upplifa núna, þá erum við að horfa á að kannski væri völlurinn samanlagt 1 mánuð á ári óspilhæfur. Annars gæti hann tekið við svona leikjum og við getum. Þannig að bara til þess að setja þetta í samhengi, fjórðuflokksins stúlka Hamars spilar á móti FH-stelpum í mars og febrúar. Þegar þetta mannvirki verður komið í gagnið. Við erum hins vegar með svona 2. og 3. fasa sem við eigum eftir í sameiningu svolítið að velta fyrir okkur hvernig tímum bært að fara í. Það er til dæmis aðstæða í kringum fréttamenn og svona kannski aðstæða sem við þurfum að hafa til staðar þegar meistaraflokkarnir okkur eru komnir í efstu deild og vonandi verður það eitthvað sem við þurfum að brjóta heilanum sem fyrst. Og svo erum við að áætla stúku þarna líka þar sem önin er, en það má segja svona 2. og 3. fasi sem ég held að bíði bara svolítið bæjarstjórnar að spekulera inn í framtíðina. En þessi fasi sem við erum að klára núna, hann ætti að vera komin í gagn í snemmsumar. Takk fyrir þetta, Pétur. Njörðarverðið. Kannski að fara aðeins svona í léttari mál, en kannski ekki létt mál. Ég nefndi hérna einhvern tímann í upphafi þegar við vorum að ákveða að setja þetta verkefni af stað. Það gæti orðið gaman að setja af stað hérna einhvers konar samkeppni nafn á þeim nýja völl. Við höfum Grýluvöll sem telst vera með fallegustu vallarstaðum landsins og þessi þarna þá í nágrenninu. Og ég svona kannski að draga í land með að setja hugmyndasamkeppni af stað, en að segja raun og veru höfuðið kannski bara örnefni bara akkurat á staðnum. Og það er hérna ef við opnið hérna kort að sjá Hveragerðisbæjar, þá er bara Vorsabæjarvöllur hér og ég held að það sé nafnið á þessu velli. Og svo kemur kannski bara í ljós hvort að Hamar geti á einhvern hátt nýtt sér þennan völl og fengi tekjur á honum með því að selja eitthvað vörumerki á hann. Þetta er greina. Takk fyrir þetta, Njörður. Takk fyrir þetta, Njörður. Ég styð þetta. Fyrst ég búinn að hleypa Pétri á stað í þessu, þá langaði mig að spyrja líka varðandi rekstrarkostnaði. Við vitum að hann kostnaðstöðugt að reka völlinn. Hvernig verður hann hittaður upp?
Hefur við eitthvað í það? Það minnir rétt á það með guðunni sem þarna fyrir. Og við notum til að hitta völlina. Rekstrarkostnaðurinn er ég ekki með á tæru, hvernig hann var, en ég man að var ekki loftbólan gamla var 5-6 milljónir á mánuði. Milljónir á ári. Það var eitthvað ekki, já. Milljónir. Þetta verða með guðunni þá svipaði að vinna. Forseti og bæjarfulltrúar, þetta er bara, þetta er góð umræða. Við búum að því að sko sá samningur sem við höfðum, við veitum þegar að við vorum að kynna húsið Hamarshöllina, við héldum honum lifandi, af því við vitum það að það er margir slagir að taka til þess að viðhalda byggð og byggðaþróun og ólíkir hagsmunir sem koma að því og við höfum haldið í þessi einkenni okkar sem er að vera með gufu og þetta er svona ákveðin frumbyggja réttindi sem að ég tel að sé okkur mjög mikilvægt og við ættum að berjast fyrir og það er einmitt þessi samningur sem við getum gengið inn í núna sem að gera það að verkum að við getum bara svo ég bara sletti svínkeyrt þennan völl og bara hita hann vel og þegar að hann er meira þess að hanna þannig að ef það er gríðarlegt álag vegna veturs og þá getum við afmarkaðurinn kyndingur á hálfan völl þannig að við getum keyrt ennþá meira afl á hálfan völl þannig að og það er bara svona ákveðin tæknifítu sem við erum með inn í þessu núna en rekstrakostnaðurinn myndi ég halda væri milli 4 og 5 milljónir það er svona það sem við gerum ráð fyrir sem er svona 1/3 af þeim kostnaði og eiginlega miklu minna heldur en það sem að sveitarfélög sem eru með hitaveitu hefðbundna eru að glíma við og bara nágrannar okkar í Árborg eru til dæmis að glíma við þetta með sinn völl að þetta er bara mjög dýrt og þegar að veturnir eru harðir og þá náttúrulega fara menn að spara alls konar og þannig að þetta vil ég meina verði svona ákveðin sérstæða hjá okkur með þennan völl að geta keyrt hann á gufu og við ættum að vera bara mjög þakklátt fyrir það að það er bara ákveðin framsýn í því að geta gengið að þessum samningi núna. Takk fyrir þetta, Pétur. Mig langar eins og marga aðra hér inni að staldra eins við og fagna þessum tímamörkum sem eru nú að renna í garð hjá okkur og við förum að geta spilað upp á velli og mætt á leiki upp á velli og við erum einu skrefi nær því með því að samþykkja þessi tilboð sem liggur fyrir okkur í dag. Og hluti af því sem mig langaði sérstaklega að fagna er að við erum að sjá núna undanfarið bara trekk í trekk að hér komi inn tilboð og niðurstöður úr útboðum sem að feli í sér bara verð sem eru annaðhvort töluvert undir kostnaðaráætlun eða þá að þau séu á pari og þetta gefur okkur sannarlega rými til þess að bæði taka inn aukaverk í ófyrirsjáum kostnaði en halda okkur samt innan áætlunar og svo sömuleiðis að halda áfram með þau verkefni sem að við höfum einsett okkur að fylgja eftir. Þannig að já, það er bara ofboðslega jákvætt að sjá þá þróun hjá bænum. Takk fyrir. Takk fyrir Dagný. Þá er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að taka tilboð lagsbjóðanda fyrir 16 ár fyrir verkið sem 72,36% kostnaðaráætlun verksins sem uppfyllir bjóðandaverks til þessi samþykking verkið. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin lögðust fram til staðfestingar. Já, öðru leið. Jú, öðru leið tennra. Eyþór Björnsson. Liði forseti. Liði 16 og 17. Það er verkfundagerðir vegna Óskalands. Nú er svona hyggja á eða spyrja hvenær núna er áætlað að þessi blessaða viðbyggingu verði tilbúin. Og þetta er náttúrulega búin að vera þvílík sorgarsaga en vonandi er komin þarna málum verktaki núna sem að klára þetta. Kannski í leiðinni svona aðeins að spyrja, er gert það fyrir þessum Dagný kannski, Dagný sem myndist á það áðan að
að leiguskuldbindingarna til framtíðar þetta eru ekki mér vitanlega inni í 3 ára áætlun. Þannig að ekki athygli á því að það getur verið að það vanti. Takk. Steinþór. Ég sitt ekki mest inn í Óskalandsmálum, sko. Það er bara... Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur, það horfir mjög bjart við Óskalandsframkvæmdinni í dag og ég langar bara svolítið að fara heildstætt yfir hvað er í gangi. Þið getur náttúrulega séð þetta svolítið hérna í verkfundargerðinni. Það sem er áætlað núna og horft í er að öryggisúttekt á húsinu fari fram í mánaðamótin maí-júní. Þá erum við að horfa til þess að Bungubrekka sem við erum að nota tímabundið núna flytji sig yfir í nýju bygginguna. Við erum líka að horfa til þess að síðan deildir sem eru núna í rými sem er áætlað undir starfsmannahald og starfsmannaaðstöðu í Óskalandinu, að þau flytji sig yfir í nýju bygginguna fyrstu eða aðra vikuna í júní. Þannig gerist þetta í skrefum á segja, en gangurinn er mjög góður. Við erum með frábæran verktaka og við erum að fylgja þessu mjög vel eftir núna. Ég get líka sagt ykkur á því að við erum í viðræðum við eign núna varðandi uppgjörið á framkvæmdinni, þannig að það verður eitthvað sem bíður okkar núna í apríl í saman að setjast yfir þær tölur og svo klárast það uppgjör á bæjarstjórnarfundinum geri ég ráð fyrir í maí. Þannig finnst mér þetta góð saga það hvernig maður getur tekið markvisst á málum þegar að það koma upp aðstæða sem maður gerir bara einfaldlega ekki ráð fyrir, og við gerðum ekki ráð fyrir því og ekki heldur fasteignafélagið EIG að lenda í þessum hremmingum með þennan verktaka, og ég ætla bara að tala mjög opið með það. En við höfum unnið þetta mjög samstíga, allt frá því að við vorum að átta okkur á því að það væri þarna vandamál sem við þurftum að leysa, og það er bara mjög ánægilegt. Og ég fer þarna mjög reglulega inn og skoða aðstæður og ég finn bara að við erum með algjörlega frábæra byggingu í höndunum. Þessu samhliða lóðin er á góðri siglingu og framkvæmd í kringum þannig, og þá eru innréttingarnar sem eru okkar hlið málsins að raða sér upp þessa dagana. Svona heilt yfir að þá erum við að horfa til þess að ná þeim markmiðum sem við ætluðum okkur varðandi biðlista. Við erum að ná þeim markmiðum sem við ætluðum okkur í upphafi ársins með að klára bygginguna, og við erum ná þeim markmiðum að vera með fyrsta flokks leikskóla í Hveragerðisbæ sem standast alla kröfur. Mig langar líka að koma inn á það vegna þess að það hefur verið í umræðunni varðandi leka sem kom að húsinu. Efla hefur tekið þessa staði út. Það er verið að vinna að því að lagfæra alla þessa staði. Verklagið er þannig að Efla kemur svo og tekur út vinnuna og gefur síðan út lokaskýrslu. Mig langar líka að segja það bara að því við erum að ræða, og þið getið séð það í verkfundargerðinni, að ég setti það sem kröfu af sveitarfélagsins hálfu að þarna yrðu nemar í nýju byggingunni sem að verða virkir í 3 til 5 ár. Þannig að við getum í rauntíma mælt húsið, og það er ekki síst bara til þess að starfsfólkið okkar, börn og foreldrar, hafi trú og traust á byggingunum. Það er ekki nóg með að hún sé falleg og gagnleg, hún þarf líka bara að vera þannig að mann líði vel og treyst henni. Þannig að þá erum við með þessa rauntíma vöktun, og mér að vitandi þetta er ekki algengt að þetta sé gert, en við gerðum kröfu þetta og það er búið að verða við því. En það er hins vegar gert ráð fyrir þessum skuldbindingum í 3 ára áætluninni. Og hluta til niðurstaða ársins, eins og Dagný kom réttilega inn á náttúrulega fólkinni því að við fórum ekki að hefja leigugreiðslur alveg strax, bara eins og við þekkjum og vitum. En við erum sem sagt bara í miklum viðræðum núna við EIG og höfum verið það allan tíman, og mér finnst það nú bara ákveðin blessun í málinu hvað það samstarf hefur verið gott, og ég held að það sé bara úrslitaatriði í því að við séum að sigla farsælega í gegnum þetta. Og svo bara leysum við þetta endanlega með uppgjörið í maí, og þá erum við bara
að horfa mjög bjart fram á tímana og þá erum við að ná aftur markmiðunum með biðlistunum og það er það sem foreldrar eru að bíða eftir. Það er það sem foreldrar eru að bíða eftir að við segjum og það er markmiðið eru að nást. Takk fyrir þetta, Þórir. Annars var hópa upp á því. Já, þessu. Takk fyrir þetta. Mér langar aðeins að spyrja, það er kannski vegna þess að ég hef ekki verið mikið með undanfarið, þekki bara ekki stöðun á því. Það stóð til samkvæmt samningur við Eik að mögulega selja núverandi Óskaland. Eru þær viðræður algjörlega út af borðinu eða er það ennþá lifandi? Hinn spurningin varðandi það minnst á grunnskólan hérna áðan og þá áfanga 4. Erum við virkilega að fara út í það að fara í áfanga 4 með þessa skuldastöðu og þessa skuldaaukningu sem við erum að fara í út af öðrum framkvæmdum? Takk fyrir að þakka þetta. Varðandi Óskaland þá er umræðan ekki lokið, afstaðan ekki komin. Gengur það. Og Takk fyrir forseti. Samkvæmt samþykktri áætlun, bæði fyrir þetta ár og næstu 3 árin, þá erum við að fara af stað í svona undirbúning, svona klára undirbúninginn að verkefninu sem felst í áfanga 4 í grunnskólanum á þessu ári og hefja síðan framkvæmdir og það er alveg mjög skýrt í þeim niðurstöðum sem liggja fyrir fundinum í dag í ársreikningnum fyrir nýliðið ár og sömuleiðis í þeim áætlunum sem við höfum fyrir komandi ár og þetta ár sem er yfirstandandi að það eru bara meiri nægir burðir hjá Hvergilsbæ til þess að standa í þeirri fjárfestingu samhliða öðrum fjárfestingum hjá bænum. Og það er bara nákvæmlega þess vegna sem að sá ársreikningur sem liggur fyrir er einmitt svo mikið fagnaðarefni. Það er þannig að þrátt fyrir þessu uppbyggingu sem við erum í, þá stendur bærinn mjög vel í til áframhaldandi uppbyggingar eins og við erum að gera á áætlunum. Takk fyrir. takk fyrir. Ákveðinu fyrir stafn. Forseti, já, það er heilmikið á þessum bæjarráðsfundi sem er áhugavert. Og ég veist, ég taki bara hérna nokkur atriði einu, er það ekki Halldór? Er það ekki það sem við gerum? Sko, mér langaði aðeins að spyrja út í skólprinsistöðuna, hver eru næstu skref og hérna því að það er gjarnan verið að hafa samband og athuga hvað við ætlum að gera og hvernig næstu skref verða og svoleiðis, þannig að ég held að það væri bara þarft að við ræddum það aðeins hérna. Eins er það með vatnsveituna, nú hefur það verið dálítið í umfjöllun líka og og við fögnum því að það virðist nú ekkert vera neitt alvarlegt í gangi þó það sé kannski ekki eins gott og við vildum hafa það, eða sem sagt að þó að gæðin sé ekki afleitt þá eru þau ekki eins góð og viljum hafa þau og virðist vera misjafnt hverjir finna fyrir þessu og hverjir ekki og kannski hvar í bænum, ég veit það ekki. Og þá í þriðja lagi að þá langar mig aðeins að heyra í varðandi íþróttahúsið hvernig næstu skref verða þar, hvernig áætlanir eru þar. Takk fyrir þetta. Og ég Rúna, takk fyrir þessu. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir góðir tilheyrendur, ég skal byrja bara á skólprinsiverkefninu okkar sem er algjörlega einstakt á íslenska sveitafélagi vísu og setur okkur í algjöra sérstöðu þegar það kemur að fráveitumálum. Staðan er þannig að við erum að vinna eftir verkáætlun COVID og við vorum að klára og erum í raun og veru að klára valgreiningarferli núna og við höfum haft það verklag, ég er mikill fundamaður svo ég bara segi það eins og er og mér finnst betra að funda oftar en ekki þannig að það sem við höfum gert núna er að við vorum með sérstakar vinnufund með bæjarstjórn núna fyrir giska 2 vikum þar sem að Brynjólfur sem er okkar sérfræðingur í COVID fór í gegnum þessa niðurstöðu og þær tillögur sem að þeir leggja til eftir greiningavinnuna
og síðan búið að fara með þetta gegnum bæjarráð og ég vek athygli á því að það hluti af bókun bæjarráðs að í raun og veru að vísa þetta til skipulags- og umhverfisnefndar sem ég tel vera mjög mikilvægt. Að þessi umræða fari fram líka þar til kynningar og svo finnst mér mjög eðlilegt að verði haldinn í raun og veru bara upplýsingafundur eða bara fundur með bæjarbúum þar sem að bæjarstjóri fer svolítið í gegnum þetta stóra verkefni. Þannig að þá erum við svolítið að nota bara alla þá lýðræðisventla sem við höfum. Það gert ráð fyrir síðan að næsti fasi sé frumhönnun, eins og við köllum það. Og áætlun gerir ráð fyrir 50 milljónir, þetta er svona gróf áætlun eins og kemur fram, en það verið svolítið bara mitt að semja við Kófi og koma með það hérna inn til ykkar til þess að samþykkja það. En það er svona, þannig að þið hafið einhverja tilfinningu fyrir, þá erum við að tala einhvers staðar í kringum 50 milljónir í frumhönnunarkostnað. Þá erum við bara, svo við horfum bara á tímalínuna eins og við settum hana upp í janúar 24. Þá erum við að horfa á það að skólprissustöðin, sem sagt viðbæturnar, að viðbyggingin við nýja skólprissustöð sé komin í gagnið vormánuð 27, einhvers staðar þar bil, jafnvel kannski eitthvað inn í hausti. Þetta stórt verkefni þá og margt eftir að koma, þannig að við skulum kannski. En þetta tímaáætlunin sem við erum með og við erum svona mánuði til að frá að standast þar. Varðandi vatnsveituna, þá liggur fyrir minnisblað frá mér sem var farið yfir í bæjarráði. Við fengum ábendingar þarna mánudaginn 25. langar mig að segja frekar en 24. mars, þetta við gjarnan leiðir eftir mig ef var hérna. Og þá raun og veru fer af stað svolítið hefðbundin atburðarás. Við erum með í raun og veru viðbragðsáætlun sem að við bara virkjum strax og hluta þeirri viðbragðsáætlun að kveða til heilbrigðiseftirlitið strax sem að rannsakar sýni og tekur stöðuna á vatnsgæðum. Það það fyrsta sem við gerum, við náttúrulega sendum strax tilkynningu inn á heimasíðuna og látum vita af því að þessar ábendingar séu koma fram og við séum að vinna eftir því. Það sem ég legg mikla áherslu á í svona viðbragði líka að taka strax upp viðbragðsáætlunina, setjast niður með tæknisteyminu og við staðsetjum okkur í viðbragðsáætluninu. Og þetta getur verið svolítið greiningavinna, að taka saman allt það sem við vitum og staðsetja okkur einhvers staðar í viðbragðinu til þess að áætla í raun og veru hvað við erum stödd og hvað við þurfum að gera ef eitthvað breytist. Og svo setjum við upp forsendurnar hvað gæti komið upp. Það sem við höfum verið að vinna með sem tilgátu og ég held að eftir því sem við fáum fleiri rannsóknir inn og niðurstöður og þá styrkist sú tilgáta, hún sú að við tókum nýja holu fyrir giska 3 vikum sem hluti af vatnsveitunum sem að fara að sinna áhólmasvæðinu. Það getur orsakað talsvert jarðarask inn á vatnsverndarsvæðinu og það einhvers staðar í þessu jarðaraski sem að mögulega við erum að upplifa þessa mengun, bragðmengun og lyktarmengun. En lykilatriði að kveða til alla fagaðila sem að getur raun og veru haft nota af. Þannig að við höfum verið með ísorb bara sem daglega gesti hérna, við höfum með veitur sem daglega gesti. Við erum náttúrulega með heilbrigðiseftirlit sem tekur reglulega sýni og við náttúrulega byrjum á því að mæla alltaf heilbrigði vatnsins. Sem sagt vatnið heilbrigt til drykkjar. Þetta bara útgangspunktur sem og svo í raun og veru þannig að það alltaf þessi kóli og e-kóli gildi sem eru mæld strax og við gerum það reglulega og gegnum allt þetta ferli. Það sem við létum gera líka fyrir okkur við settum svona heildar efnagreiningu út í Svíþjóð og keyptum forgang með hana til þess að reyna að átta okkur betur á hvernig efnasamsetningin í vatninu væri og hvort að það sé einhverjar breytingar þar. Sú niðurstaða leiðir ekkert í ljós, hvorki við erum ekki yfir miðum en það líka þegar við berum saman heildar efnagreiningu við aðrar greiningar sem hafa verið teknar inn þá sjáum við engan mun sem getur sagt okkur einhverja sögu af bragði og lykt. Þannig en það sem kannski truflaði svolítið fyrsta viðbragð að þegar við fáum fyrstu frumniðurstöður þá hefur pH-gildi lækkað úr því að vera svona stöðugt 8 í það að vera í 6,7.
það þarf heilmikið til þess að breyta pH-gildi þó að hafa ekki nein áhrif á gæði vatnsins. Það er vel drykkjarhæft og í raun og veru finnur hinn almenni notandi kannski ekkert mikið mun. En þegar að svona breytingar eru þá fer maður náttúrulega að skoða eitthvað annað heldur en að það að jarðvegur sé á einhverju hreyfingu. En nýjustu mælingar segja okkur að pH-gildi sé komið í 8 þannig að við erum kannski við erum kannski ekki beint fann að skoða það sem einhverja orsök en við erum samt með augun svolítið á því að það er óvenjulegt að það breytist. Þannig og allt er eitthvað sem maður þarf að velta mjög mikið fyrir sér í þessum málum. Síðan eigum við vona á niðurstöðum úr mælingum sem voru teknar núna á þriðjudaginn og ég gerir ráð fyrir að þær verði komnar í hús á morgun og þá setjum við alltaf niðurstöðuna strax inn á netið og það er heilbrigðiseftirlitið sem gerir það. Við erum bara birtum niðurstöðuna sem heilbrigðiseftirlitið vill koma á framfæri. Þessu bara aðeins til svona þessu samferða þá náttúrulega gefur svona verkefni manni betri tilfinningu fyrir hlutunum þannig að ég legg það til í þessu minnisblaði að við förum í og setjum svokallaða sýrita á alla vatnsholurnar okkar þannig að við mælum í rauntíma pH-gildi og sýrustig og liðni í vatninu. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt að vera með stöðugan púls á þessu og svo erum við með vatnsgeymir sem er forðatankurinn okkur og ég held að sé mjög mikilvægt að skoða það hvort að við getum verið með mælitæki þar sem að tekur svona gróf mælinga á örverumyndum, bakteríumyndum. Þannig að ef eitthvað er að gerast, þá fáum við strax meldingu það og þá förum við strax í heilbrigðiseftirlit og biðjum að taka sýni. Þannig að þá erum við bæði að stytta svolítið ferilinn og við erum eiga frumkvæðið að viðbragðinni en ekki að fá það frá íbúum. Þetta held ég sé bara hluta því að bara stækka sem samfélag, stækka sem vatnsveita og fara bara að gera þetta alltaf betur og betur. Ég held að það sé alltaf og verða að vera svona krafan það að þegar maður lendir í svona verkefnum að maður komi alltaf sterkari út og eftir. Þetta eru svona í grófum dráttum þessi mál. Nú er ég búinn að gleyma hvert er það. Við erum sem sagt, það er síðasti dagur verðkönnunar varðandi jarðvegsskipti og lagnartilfærslur undir íþróttahúsinu í dag og þau tilboð verða tekin upp á morgun og ég gerir ráð fyrir að þau rati strax fyrir bæjarráð á fimmtudaginn sem er á miðvikudaginn vegna páska. Þannig að við erum að halda mjög góðum og háu tempói í þessari framkvæmd eins og við getum. En við pössum líka, þetta eru eilífa fundarsetur, að það er svo mikilvægt í þessu ferli að við séum í sífelldu samtali við byggingarnefndina, nefndirnar okkar, bæjarráðið, þannig að við séum að fylgja þessu eftir í samtali. Að þetta eru stór verkefni á vísu Hvergerðinga, bara mjög stór verkefni. Þannig að þetta er svona það sem er að gerast núna, en mér langar að hnykkja út með einu. Ástæðan fyrir því að þetta gengur betur líka heldur en áður er að við erum búin að vera með bara gott samlyndi og við erum búin að vera með nokkuð skýra sýn saman það hvernig við ætlum að gera þetta. Það hjálpar alveg geysilega mikið til og ég finn það til dæmis í byggingarnefndinni þar sem að sérfræðingar og kjörnir fulltrúar koma saman. Þar getum við átt alveg ótrúlega dýnamíska umræðu sem að fer ekki einhverja skotgrafir, heldur fyrst og fremst er fólk að nálgast þetta út frá sínu sérsviði og annar og náum einhvern veginn að bræða saman þannig að úr verður bara mjög gagnleg umræða og þar og þessu vettvangi hefur verkefni tekið heilmiklum breytingum til gagns. Stórum breytingum til gagns á undraskömmum tíma að við náum að vinna þetta svona. Þetta er bara geysilega mikilvægt. Mér langaði bara að minnast á þetta fyrst við erum að ræða þetta. Takk, þetta Pétur. Gerður umhverfismálið. Forseti, ég langar aðeins að koma inn á 5. tölulið sem var að rækta aðeins áðan sem er skólprinnsistöðin og valkostagreining á henni. Ég langar kannski að taka bara það sjónarhorn á þetta hvað er að gerast í þessum máli sem til að sé margt mjög jákvætt. Við vitum auðvitað að staðan er kannski ekki góð eins og staðan er núna og við hefðum þurft að bregðast fyrir við.
En ég held sko, og það er bara algjörlega mín sannfæring og ég held að það sé allra bæjarfulltrúa hér að við séum í mjög góðri stöðu að hafa samið við COFI að ráðleggja okkur í þessum málum. Það eru mestu sérfræðingar landsins í þessum málum, auk þess sem að þeir geta leitað til Danmörku þar sem að þeir hafa mikla sérfræðinga í skorpeinsumálum. Og við fengum þessa fínu kynningu frá COFI 27. mars síðastliðinn, bæjarfulltrúarnir, sem var mjög gagnlegt. Og við langar líka að benda á annað jákvætt í þessu máli sem styrkurinn sem að Hveragerðisbær hlaut í gegnum samstarfsverkefni hér á landi frá ESB. Og hann upp á 342 milljónir króna sem alveg heilmikið. Og sjálfsögðu mun þetta nú hafa líka áhrif á fjárhagsstöðu bæjarins á næstu árum, fyrst við vorum nú að ræða ársreikning hér í fyrsta tölulið. Gífurlega jákvætt þetta. Og upphafið af skorpeinsstöðinni sem var tekin út frá árið 2002, sem var virkilega gott framtak og ég held kannski erfitt að vera stoltur af skorpeinsstöð, en ég held að við Hveragerðingar getum alveg verið það, þó við séum með þessari stöðu hér í dag. Og ástæðan er sú að við búum bara hér langt inn í landi, við vatnslitla á, og þess vegna er þessi staða núna. Við langar í þessu samhengi nefna frétt sem að ég sá daginn frá Reykjavíkurborg. Það komu myndir af því í fjölmiðlum, þar sem voru brúnir hringir rétt fyrir utan strandlínuna, bara rétt á miðbænum. Fólk var að pæla í þessu hvað þessi brúnir hringir væri. Þetta var ekkert annað en það þurfti að hleypa skorpunum framhjá. En þarna er bara hafið sem að tekur við og við búum ekki við þetta. Og í raun og veru staðan hjá okkur í skorpeinsmálum, þrátt fyrir þá stöðu sem við erum í dag, hún er mun betri heldur en flestu sveitarfélögum hér á landi. En við þurfum að gera betur og ég held að við séum búin að leggja fram góða tímalínu. Við erum með góða ráðgjöf frá COFI, við erum búin að sjá hvernig við getum gert þetta og eins og Pétur kom inn á áðan þá gert ráð fyrir að við tökum stækkunina í gagnið á vormánuðum. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég að byrja fundargerð frá 3. apríl til staðfestingar. Staðfestingarmerki, fundargerð staðfest. Fyrir lið 4, það er fundargerð velferðar og fræðslunámsnefndar frá 17. mars 2025 og það er þar á lið 3 sérstaklega. Það er lið 3 minnisblað og sérstaklega húsnæðisstuðnings sem er ákveðið sérstaklega lagt til að bæjarstjórn samþykkir hækkun á sérstökum húsnæðisstuðning aftur frá 1. janúar 2025 þannig að samanlagðar húsnæðisbætur og sérstakar húsnæðisbætur nema að hámarki 90.000 krónum en ekki hærri fjárhæð samsvara 75% af húsnæðiskostnaði og að leigutaki borgi aldrei minna 70.000 krónur af leiguupphæðinni í eingreiðslu. Samþykkt. Já, mér langar bara aðeins að fylgja þessu hlaði. Þetta er auðvitað partur af 3. kafli af þessum reglum sem var tekin sérstaklega út og reglum skólavelferðarþjónustu Árnesþings sérstakar húsnæðisstuðning. Og þessar reglur eru orðnar bara gamlar og þær eru síðan 2017 og er bara löngu kominn tími til þess að uppfæra. Velferðarsvið er að uppfæra alla regluna núna og þannig að það var bara ekki tími til þess að bíða eftir því af því það eru margar reglur sem er verið að yfirfara. Þannig að þetta er þessi sérstakur sem við leggjum til að verði samþykkt hér í dag og þetta er bara orðnar úreltar upphæðir sem þarna ræðir og löngu eru tímabært að uppfæra. Og þannig að já, þetta er rauninni bara þessi eina grein sem við tekjum hann út fyrir en svo fáum við væntanlega til okkar núna næstu fundum uppfæra reglur og ekki bara sérstakann húsnæðisstuðning heldur bara þær reglur sem að velferðarsviðið er að vinna með. Þannig að það er svona bara smá eftirfylgni með þessu máli. Takk Sandra. Ég ætla að bera hana við upp til samþykkt sem ég var sér báðum þeir sem samþykkt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er fundargerðin annars stundar. Má við byrja aðeins fundar? Það er beðið fundargerðin. Ekki múlið. Og 2004. Já, 2004.
39. Næsu. Þá hefur 1831 og hér líkur að staðfesta fundargerð velferðar- og fræðslanefndar frá 17. mars 2005 til staðfesta fundargerð gefa merki. Staðfest samhljóða. Þá liður 5 fundargerð skólanefndar frá 17. mars 2025 og þar fundargerð umræða. Enginn fyrir hljóðs. Þá ber fundargerð upp til staðfestingar til staðfesta fundargerð gefa merki. Það samhljóða. Þá förum við í hlið 6, það fundargerð menningar-, atvinnu- og markaðsnefndar frá 19. mars 2025. Það fundargerð umræða. Enginn fyrir hljóðs. Þá ber fundargerð upp til staðfestingar. Já, það ekki tilbúin. Það var að gera svo við. Það að skrifa þetta bara áfram. Forseti. Heyrðu, ég las nefnilega aðeins fundargerðina og ég rak augun það voru umræður Reyðhöll sem mér fannst mjög áhugaverðar. Þannig að mér langaði aðeins að heyra, er þetta á einhverju samtalsstigi eða er þetta bara svona beiðni ennþá? Sæl, takk fyrir þetta. Það liggur fyrir kynning, það kynna fyrir allir bæjarstjórn hugmyndir Reyðhöll. Man ekki hvernig fundurinn en það var óska eftir áhært bæjarfulltrúa. Það næstu skrif. Já, eftir að búa. Eftir að búa það. Guðleði. Forseti, ég vildi bara aðeins minnast á það liður barnamenningu og það hefur verið í bókunni stendur að segja gott samtal milli skólana, leikskólana. Mér langaði bara svona að varpa ég fram að mér finnst bara frábær hugmynd að fara með þetta lengra og fara með þetta einhvert utan skólana. Við erum með geggjað listasafn, við erum með frábær sundlaug, við erum með ótrúlega mikið bara í bænum sem að mætti virkja í svona og þetta þarf ekki endilega að vera í skólastofnunum. Og þetta er bara eitthvað sem ég held að við ættum að setja á laggirnar og verði bara árlegt. Takk. Takk fyrir það. Gesta Hljómsveit. Já, forseti, það er liður 5, menning og listir. Það er erindi frá handverk og hugvit. Þetta er einhvern veginn handverk og hugvit undir Hamri. Mér finnst þetta mjög mikilvægt málefni og mér finnst bæjarráð kannski skauta aðeins framhjá þessu. Það er að segja að þau óska eftir einhverju aðkomu bæjarins af aðstöðu eða húsnæði eftir því sem mér sýnist á fljótu bragði á bréfunum. Og mér langaði svona að spyrja hvort það er eitthvað samtal í gangi sem gæti leitt til lausnar fyrir þau. Þau mistu húsnæði sem var á gamla Egilsstöðum. Takk fyrir þetta. Samtryggjarsveit. Já, menningar- og markaðsfulltrúi það var rætt á þessum fundi að fela henni að ræða við þessa listamenn. Þannig að samtalið hafið, svo best sem ég veit. Þannig að ég tek undir, ég meina það er ekki mörg húsnæði sem við höfum til aflögu en mér finnst mikilvægt, við erum listamannabær og mér finnst mjög mikilvægt að við lyftum listafólkinu okkur upp og listinni almennt. Þannig að bara að reyna að hugsa í lausnum og allir saman og bæjarbúar og einkaframtakið er náttúrulega alltaf frábært. En ég fagna þessu erindi og við þurfum að huga að listinni og hún má ekki týnast. Hún er okkur mikilvæg, okkur öllum. Takk fyrir þetta, Sandra. Ef svo ekki, þá byrja ég að fundargerð menningar- og markaðsnefndar til staðfestingar til staðfestingar gefa merki. Það er samhljóða. Þá liður 7, fundargerð samráðshóps málefni fatlaðs fólks frá 27. mars 2025. Og hún þá til umræðu. Einhver ber sig hljóðs. Ekki enginn, þá ber ég fundargerð til staðfestingar til staðfesta fundargerð gefa merki. Það er staðfest samhljóða. Þá liður 8, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 1. apríl 2025. Það þarf að afgreiða 2 liði sérstaklega og það er liður 3 og liður 4. Og liður 3, það er deiliskipulag miðbæjar, deiliskipulagsbreytingar vegna stækkunar íþróttahúss sem þarf að afgreiða sérstaklega. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar vegna stækkunar íþróttahúss eftir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 143
2010. Það er rusl og fullt og svelg. Já, forseti. Bara svona til að nefna það hérna að þessi bygging hefur stækkað verulega í okkar meðförum og við erum öll meðvituð um það. Þetta verður ansi stórt í bæjarmyndinni og hérna vonandi fer vel á þessu samt og auðvitað fögnum við þessari aðstöðu þegar hún er komin og hérna hún er mikilvæg en við þurfum að vera meðvituð um það. Þarna gengið vel eða semst þetta er svona dálítið mikið, ég vil ekki nota orðið tíma. Þetta er dálítið mikið hús þarna á þetta svæði og verður vonandi ekki til baga fyrir nágranna eða fyrir svona bæjarmyndin í heild. En þetta er svona pínu áhugjörn. Takk fyrir það þá. Forseti. Já, ég alveg tek undir með Eyþóri að þurfa að vanda mjög vel í þessum málum og þar kemur kannski að tvennu, það er hönnun hússins, þannig að hún svona falli eins vel að umhverfinu og hægt er og verði ekki svona yfirgnæfandi eins og svona byggingar gætu orðið og hönnunin skiptir mjög miklu máli. Ég vil líka nefna í þessu samhengi miðbæjarskipulag sem að ég held að geti unnið mjög vel með þessari byggingu. Það er gert ráð fyrir því að, já, ég held að ég sé að fara rétt með að gert ráð fyrir því að það sem er núna bílastæðið fyrir framan mjólkurbúið, þar verði torg, þar sem verður aðalingangurinn inn í íþróttahúsið, þannig að það verður svona flæði þar inn. Við erum hérna með gamla kaupfélagshúsið hér sem er núna handverkið fyrir grunnskólan og við erum auðvitað að halda áfram með grunnskólan og á einhverjum tímapunkti að þá verður auðvitað byggt þar, ég man ekki hvort það sé 50 áfangi eða eitthvað svoleiðis, að þá flysta þar yfir. Þá er mögulega líka tækifæri með það hús, hvort sem að það er látið víkja eða byggt ofan á það hvernig sem að það er, nú þekki ég bara ekki ástand hússins. Þannig að það svona kannski skili aðeins líka ásýndinni, nú er ég bara að tala út frá persónulegu svona áliti, að það kannski svolítið skili ásýndinni. Þannig að ég held að þetta sé þetta tvennt, það er hvernig húsið verður hannað, þannig að það verður ekki mjög yfirgnæfandi umhverfinu og svo hvernig skipulagi verður þarna í miðbænum, þannig að það svona taki þetta íþróttahús og íþróttamannvirki svolítið inn í myndina og þetta tali svona allt svona saman. Takk fyrir þetta með þetta samkvæmt. Já, ég ætlaði að koma inn á mjög svipaðan punkt eins og bæjarfulltrúinn var að koma inn á hérna áðan. Það er þetta miðbæjarskipulag og af því við vorum að tala um menningu hérna áðan, menningu og listir og þá erum við að tala um íþróttir og það er bara svolítið náskylt menningunni í hverju bæjarfélag fyrir sig og þarna erum við að sjá að koma til að rísa íþróttahús sem verður svona miðpunkturinn, þarna verður líf og líf á götum og ótrúlega mikilvægt að þetta takist vel til. Það er búið að fara fram gríðarlega góð vinna í þessum hóp og við erum með gríðarlega flotta sérfræðinga þarna, bæði þetta í aðalskipulagshópnum sem hefur svolítið haft þetta til umræðu og líka þessum íþróttamannvirkja hóp líka. Skipulagsfulltrúinn okkar er arkitekt og hún hugsar alveg út í þessa einasta krók og kima hvað þetta varðar. Þannig að ég er sammála við þetta þarf að takast vel til en ég sé þetta líka, við keyrum í gegnum bæjarfélög og það kannski sérstaklega það sem maður er búin að vera með börn og það fara allar helgar og öll kvöldin fara fram inn í íþróttamannvirkjum að þá er þetta fyrsta sem maður leitar uppi þegar maður kemur inn í sveitarfélögin íþróttamannvirkjum. Og þarna erum við bara komin inn í miðjuna á bænum okkar og í menninguna og lífið og ég hlakka mjög mikið til að sjá þetta verða veruleika. Það bíða allir mjög spenntir eftir því og ég bara held að þetta sé mjög gott skref hvað þessi staðsetningu varðar og þetta verður glæsilegt hús. Ég er alveg fullviss um það. Takk. Takk fyrir þess að það ákveða aðeins.
Takk forseti. Já, það er þetta með kennileitin. Ég hafði svolítið gaman að því þegar ég var ekkert tíðan að tala á vinkonu mín og hún var að flytja nýjan stað og var að lósa mig til sín. Og þá voru hennar kennileiti kirkjur og meðan mín kennileiti voru íþróttahús. Þannig að þetta er svona misjafnt hvernig það er. Sko það er eins og Njörður kom inn á. Það er þetta með útlitið og aðalskipulagi. Við tókum ákvörðun að við ætlum að fagna Íslandsmeistaratitlum og deildarmeistaratitlum og ég veit ekki hvað þarna á torginu. Það er ákveðið. Og en það er þetta með ásýndina og þakskyggni og eitthvað svona sem ég held að þurfi að koma meira inn í aðalskipulagsnefndina heldur en bara eingöngu hjá arkitekt. Þannig ég held að við þurfum að samræma miðbæinn okkar betur heldur en fyrstu setur. Takk. Takk fyrir þetta, einfaldlega fullt. Forseti, takk fyrir þessa umræðu og skipulagsmálin eru gríðarlega mikilvæg og okkur er öllum annt sögum og ekki síst okkur nyrði. Báðir orðnir sem er komin aðeins til okkar, en ég er sínu eldri. En þetta með þakskeggið, já, ég heyrði aðeins daginn af því að arkitektin væri mögulega eitthvað aðeins að missa sig þar og við verðum að passa þannig að þetta verði ekki á dýrt út af einhverju slíku, en auðvitað verður þetta líka að líta vel út, þannig að þetta er ákveðin línudans. Svo langar maður að minna á Egilsstaði, talandi söguna, að okkur langar að endurreisa það hús í gömulli mynd. Og þó það verður kannski ekki margar spýtur eftir, en ég gerir ráð fyrir að við eigum einhverjar spýtur úr því allavega. Og handverkshúsið er náttúrulega ekki sögulegt hús sem slíkt. Þetta er nú hálfgerð skemma bara og má örugglega missa sín þegar þar kemur. Og kannski getur Egilsstaði verið þar eða einhver staðar annar staðar, en bílastæðin eru náttúrulega gríðarlega mikilvæg líka. Það er ekkert gaman að hafa bílastæði við aðalgötuna. Það væri betra að hafa aukstaf bakvið, en það er erfitt í framkvæmd í þessu þarna, en við megum heldur ekki missa of mikið af bílastæði. Takk. Takk fyrir þetta, Þór. Þetta er ekki sver. Forseti, já. Bestu þakki fyrir mjög góð umræðu og ég tek undir allt sem hér hefur komið fram. Og talandi um Egilsstaði, þá viljum við gjarnan sjá það hús rísa á ný hér í miðbænum og í tengslum við þá gömlu byggð sem við höfum hér, sem er Skyrgerðin og Mjólkurbúið og Hverabakkar hérna líka. Og það hefur kannski aldrei verið fest í skipulagi, en það voru hugmyndir staðsetningu hér á milli Mjólkurbúsins og gamla kaupfélagsins. Það komið hugmyndir fram að fari kannski hér við hliðina eða á milli Hverabakka og gamla hótelsins. Þannig að það er mjög mikilvægt að við séum haldið þessari umræðu upp Egilsstaði og mögulega komið í einhvern farveg þegar við kannski búin að koma í einhvers staðar í skipulag að það verði reist. Og ég er svona einhvern veginn, ég er ekki að segja þessi svo mjög hægri maður, en ég sé fyrir mér að það væri hægt að gera þetta þannig að einhver aðili reisi húsið og fái eitthvað svona lóðina eða ég veit ekki hvað til þess. Ég sé ekki endilega bærin eigi að reisa húsið og vera með reksturnar. Ég sé fyrir mér að einhver einkaaðili geti gert að vera með einhverja þjónustu, kaffihúsveitingu og séu ekki hugmynd. Og ég bara tek algjörlega undir líka varðandi bílastæðin og ég veit að þau hafa svolítið verið í umræðu út af byggingu íþróttahússins. Það er stórt malaplan og það er mikið lagt auðvitað þegar eru leikir og slíkt og líka ef við gerum torg þar sem að bílastæðin frá Mjólkurbúið eru, þá fara þau. Og ég er alveg sammála að helst viljum við fela þau ef það er því við komið. Og einhver nefndi hér á einhverjum tímapunkti hvort það væri hægt að gera bara bílakjallara undir íþróttahúsinu, en það er mjög, mjög dýrt. Þannig að við erum ekki að fara í það. En ég tók mig til fyrir nokkur síðan og taldi bílastæði hér í kring. Og þá taldi ég bara bílastæði sem eru við opinberar stofnanir. Og þá taldi ég að vísu bílastæðin með
hérna hjá mjólkurbúinu, en ég taldi ekki að væri bílastæði hér á malaplaninu. Bara skipuleg bílastæði eins og í dag. Og í 100 metra radíus frá íþróttahúsinu þá taldi ég 220 bílastæði. Ef við myndum nú gera svo gróf að fá að leggja hérna við Hveragerðiskirkju þegar það væri leikir, að þá væru komin upp í 270 bílastæði í 300 metra radíus. Þannig að það eru ýmsir möguleikar og kannski þurfum við bara líka bærinn hér að ýta þessu að fólki eða vísa á bílastæði, sérstaklega þegar eru stóri viðburðir. En þetta og svo það sé líka sagt hér að bæjarfulltrúar hér hafa allir verið algjörlega sammála það að við erum ekki að fara að fækka bílastæðum hér í miðbænum, sérstaklega út af því að við erum í þessari framkvæmd með íþróttahúsið og við vitum að það álag þegar þar eru viðburðir. Þetta Njörður. Já, þetta er ekki að margar uppkomur en hérna ég bara verð að ég held að ég hafi kannski átt stærstan þátt í því að við keyptum þetta og ég hafði keypti þetta hús hérna mót okkur sem hétt einhvern tímann Kjöt og Kunst og hýst einhvern tímann Ólís og ég ætla að fara aftar í söguna í því. En mögulega gætu Egilsstaðir verið þar og svo lóð nýst, þetta er bara til að varpa fram hugmyndir eins og getum látið hann að gerjast. Þetta Þór. Þá ætla ég að bera yfirlega virka deiliskipulag miðbæjar vegna stækkun íþróttahúss. Þetta er uppsýn í samræmi við 3. málsgrein 1. grein skipulagslaga við samþykkta sem samþykkt í merki, samþykkt samhljóða. Það er liðið 4, það er deiliskipulagsbreyting ás- og grundvallarsvæðis vegna Hverahlíðar sem þetta er afgreitt sérstaklega. Og þar er lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu að breytingu á deiliskipulagi ás- og grundvallarsvæðis vegna Hverahlíðar í samræmi við 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem framkom í umsögn skipulagsfulltrúa dags 29. mars 2025 er varðar staðsetningu lóðar Rarik. Það er laust. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er það fundagerðum öðru leið til umræðu. Engin hversu hljóð. Þá fyrir fundagerð upp í staðfestingar, fyrir staðfæða fundagerð gefa merki. Þannig staðfæða samhljóða. Þá er liðið 9, skjalafrágangur lóð, Öxnalæk, millilóð. Það er lagt á minnisblað verkefnisstjóra eða tektind vegna skjalafrágang vegna undirritunar afsals og lóð Öxnalæk millilóð L23248-6. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að veita bæjarstjóra heimild til að undirrita afsal Öxnalæk millilóð L23248-6 og önnur skjöl sem skjalafrágangur kunna tengjast. Engin hversu hljóðs, þá er ég tillögun upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fyrir í lið 10 að breytingu samþykktum stjórn og fundarskjól Hveragerðisbæjar vegna fjölgunar byggðasamlaga. Það er seinni umræða og það er lagt fram til umræðu og lagt til að bæjarstjórn samþykkir breytingu samþykktum fundarskjól Hveragerðisbæjar nr. 923/2023 með síðari breytingum. Norður Rust. Svölmjörg. Ég verð nú bara að fá að koma hér upp undir þessari umræðu og líklega nokkru sinnum nefnt þessa punkta hér áður. Nú stöndum við frammi fyrir því hér í Árnessýslu þar sem að við höfum haft samstarf rekstur nokkra stofnana, sveitarfélögin öll, að fjölga byggðasamlögunum hér í Árnessýslu. Og þið heyrðuð verið segja í endurskoðandanum áðan þar sem að hann nefndi aðeins þessi samstarfsverkefni sem væri þau væri mörg hér á þessu svæði nefnda. Og nú ætlum við að fjölga þeim enn frekar og svona út frá svona lýðræðislegum þáttum að þá
er þetta kannski ekki gott mál. Hinn svokallaða umboðskeðja sem þið hafið örugglega heyrt talað í fræðunum, hún verður auðvitað lengri og flóknari. Það verður lengri leið frá hinum kjörna fulltrúa til þessum að sinni verkefnin í byggðasamlaginu. Þannig að svona verður svona lýðræðis, ef við getum talað um það, að verður lýðræðishalli í þessum málum. Og í raun og veru eina leiðin til þess að rétta þetta, að það er að sameina sveitarfélögin. Að sameina sveitarfélögin hér í sýslunni. Og ég held að við séum öll sammála um það að við viljum reka þessar stofnanir áfram og ekki eru þau reyndar öll lögbundin en lögmælt verkefni þó enga síður og ég held að við séum flest stolt af þessu stofnunum og viljum halda þeim áfram og inn í þessu meðal annars listasafn Árnesinga sem kemur hér inn síðar á árinu líklega þar sem verður stofnað sérstakt byggðasamlag utan listasafnið, sérstakt byggðasamlag utan byggðasafnið og sérstakt byggðasamlag utan héraðsskjalasafnið. Þannig að við erum að fjölga byggðasamlagum verulega núna í þessu. En í raun og veru kannski er engin kostir í stöðunni á meðan við höfum þessi 8 sveitarfélög í sýslunni og búum við það flækjustig að þá færist það flækjustig og þetta yfir í þessi byggðasamlög og samstarfsverki. Ég vil bara aðeins koma með þetta. Takk fyrir þetta verður einföldusvör. Já, kannski, ég veit, þetta fjölgun á byggðasamlögum, en málið mér svolítið skilt af því að ég var lengi vel í stjórn héraðsnefndar og þar var þetta nú svona rekið allt saman í einum pakka í rauninni. En lögin kveða þannig á að það verði að skipta þessu svona upp og í rauninni umfangið ekkert að aukast, ekki þannig séð. Og þetta allt saman, mér finnst þetta bara að sýna gott samstarf sveitarfélaga á Suðurlandi og vissulega viljum við sjá kannski einhverjar sameiningar til framtíðar og það hlýtur að koma að því. En allavega þá finnst mér þetta allt saman þannig verkefni að þau eru hagkvæmari og þetta eru ýmist góð verkefni, eins og byggðasafnið, héraðsskjalasafnið og svo framvegis, listasafnið náttúrulega okkar skrautfjöður og allra í Árnessýslu náttúrulega. En og Brunavarnir náttúrulega nauðsynlegar, tónlistarskólinn nauðsynlegur, mikilvægur menningarhluti og þannig að þetta er allt saman mjög góðar stofnanir og ég er ekkert viss að þetta verði eitthvað meira og við þurfum bara að vanda okkur vel í að velja fulltrúa inn í þessar stjórnir eða þessi byggðasamlög til þess að stytta boðleiðirnar og halda vel utan í. Takk fyrir þetta, Þór. Fjölnir. Það er svo gaman þarna. Já. Já, forseti, bara mjög góð umræða og snýst skipulag sveitarstjórnarstigsins hér í okkar héraði. Og þetta hefur svo sem verið rætt ég veit í héraðsnefnd og líka í stjórnum stofnanna. Og það er alveg rétt að ég held að verði ekki mikill auka kostnaður við þetta. Það sem einhver þó, en þó verður svona óverulegur kostnaður. En það var fundur sem sagt framkvæmdastjórnar héraðsnefndar og stjórna safnanna þriggja sem eru reknað núna héraðsnefnd fyrir nokkuð síðan. Og sem var bara ágætt umræða þar sem menn var að pæla í hvort að við getum búið til 1 byggðasamlag eða hvort að þetta 2 eða 3. Mér heyrðist niðurstaðan að það verða 3. Og það kom upp einn góður punktur sem hvert verður þá hlutverk héraðsnefndar í þessu öllu saman þegar búið er að búa til byggðasamlag alla þessar stofnanir. Og ég heyrði það svona alveg á mönnum að menn svona kannski vildu svolítið halda í það samstarf sem að héraðsnefndin hefur verið. Hún byggir auðvitað á gömlum og góðum grunni, talandi að virða söguna og áhuga henni. Sýslunefndina stofnaði 1874 sem að verða svo héraðsnefndir árið 1988. Og þessar nefndir hafa talað málefnum héraðsins til dæmis gagnvart ríkisvaldi
samgöngumálum og öðru. Þannig að það er svona, og mér fannst ég alveg heyra það á fulltrúum á þessum fundi að mögulega ef við slítum því samstarfi þá erum við kannski að missa svolítið það bolmagn sem við höfum í slíkum sameiginlegum málum héraðsins. En hvert er þá hlutverk héraðsnefndarinnar að koma stjórnir yfir öll byggðasamlögin og þau eru bara sérstök byggðasamlög, þá stendur bara héraðsnefndin ein eftir, ekki með neitt verkefni. Ég ætla að reyna að halda mér Afsakið þegar þetta er afsakið. En það sem ég sé til stjórn héraðsnefndarinnar, þá langar mig aðeins að koma inn á þetta bara, ég satt þann fund sama sem að bæjarfulltrúi Njörður er að vísa í og það eru þetta lóðar og lendur sem héraðsnefndin á og þá er svona spurning, þú veist að héraðsnefndin þarf að vera starfandi til þess að halda utan það verkefni ekki nema þær verði gefnar bara því sveitarfélagi sem þeir tilheyra eða annað slíkt sko. En hlutverki verður vissulega öðruvísi þegar við erum komið sérbyggðasamlög utan öll verkefnin okkar. En ég tek undir við sem þau sveitarfélög í Árnessýslu, við getum beitt okkur og með því að líkt eins og við gerum hjá SAS, þar erum við að taka saman ályktanir og sammælast einhver ákveðin verkefni sem við viljum setja þunga í, ákveðin þunga. Og þar er tækifæri til þess að gera betur í héraðsnefndinni. Við getum nýtt þann vettvang líka eins og kom hérna inn áðan. Þannig að, en þú veist, ein stjórninni viðbót til þess getum við gert það annars staðar. Þú veist, þetta er svona, maður velta því fyrir sér. En samstarfið er gott og þau verkefni eins og með brunavarnir, það er bara mjög mikilvægt við séum þar inni en þetta er menningarlegs eðlis líka og menningarleg gildi fyrir sýsluna. En já, takk. Takk fyrir það, Sandra. Við bera samþykkta breytingu stjórn og fundarskap Hvergisbæjar nr. 923/2023 síðari breytingu í samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11 verklagsreglur vegna viðauka við fjárhagsáætlun. Það er lögð fram tillaga að verklagsreglum verði breytt við framkvæmd og samþykki viðauka við fjárhagsáætlun Hvergisbæjar. Það er lagt til að breyta samþykki tillögu verklagsreglum ferli við framkvæmd og samþykki viðauka við fjárhagsáætlun Hvergisbæjar. Náttúrulega engin hversi hljós að verði þessar tillögu til samþykktar. Það er ekki tillögu til merki, en samþykkt samhljóða. Þá er það liður 12, samningur ráðgjafar þjónustu vegna rannsóknar lífríki Varmá. Það er fram samningur Hvergisbæjar við Hafrannsóknastofnun rannsóknir á lífríki Varmá vegna fráveituskóps á Hveragerði. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir samning Hvergisbæjar við Hafrannsóknastofnun rannsóknar lífríki Varmá vegna fráveituskóps á Hveragerði og fyrir bæjarstjóra að skrifa undir samningi við hönd Hvergisbæjar orðalaust. Sölvi. Já, ég var bara að nota tækifærið af því að það kom upp þarna smá slys. Ég vona að það sé ennþá skilgreint sem slíkt. Þetta hafi verið smá slys, leggja og fór í ána. Það er hluti náttúrulega að þessi samningur er að komast, eða hefur verið í gangi held ég í tónum tíma. Það er formlega þá að öðlast gildi núna, en allavega bara hver er staðan. Hvernig hefur það? Takk. Takk fyrir það, Eyþór. Komið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Það má segja að þessi samningur sé hluti af stærra samkomulagi sem gert var við veiðifélagið þegar að við horfðum framan í það verkefni að byggja við nýja skólpelsinsstöð og þá að hluta því að áin er sem sagt hún er ekki veiðihæf einhvern tiltekinn tíma eins og þið þekkið og þá var gert þetta samkomulag við veiðifélagi sem er annars vegar samkomulag bætur. Við raun og veru kaupum upp veiðileyfi, má segja, ákveðin tiltekinn tíma og ég minni ykkur á eða minni okkur á að það samkomulag sem við undirrituðum varðandi það er út 25, þannig að við þurfum væntanlega að taka það til umræðu svona á seinni stigum málsins. Það er bara
svona hefðbundið verklag en svo var hluti af samkomulaginu var að vakta og hafa eftirlit með lífeyri árinnar og það er það sem að þessi samningur kveður á um. Það er bara þannig líka og þess vegna er gott að minnast á þetta að það var lítið slys hérna daginn sem að við teljum okkur vita nokkurn veginn hvað hafi gerst og við kallum það bara handvum og við bara förum í örlitla naflaskoðun hér hvernig við getum mögulega að setja til þess að það kom ekki fyrir aftur en við erum hins vegar mjög meðvituð það að 2007 var mikið mengunarslys í Varmá og það er það sem við viljum alls ekki að endurtaki sig og ég held að sé allir sammála það. En svona í stærra samhengi hlutanna býður okkur náttúrulega eitt af svona stóru uppbyggingarverkefnum er að taka þessa einstöku sögulegu sundlaug sem að ég vil meina sér fallegasta sundlaug á landinu og hugsa hana svolítið upp á nýtt og það er mjög stórt verkefni. Í dag er sundlaugin, Laugaskarðin, svona mjög fallega gamaldags gegnum streymi sundlaug. Hvað þýðir það? Það þýðir að þegar menn voru að byggja sundlaug þá gerðu þeir bara það sem voru bara náttúrulegar aðstæður fyrir slíkt. Þannig að hér bara rann heitt vatn í gegn og þannig menn gátu bara einfaldlega byggt sundlaug sem var einstök á sínum tíma. Ég nefni þetta vegna þess að okkar býður kannski stórt verkefni í sameiningu það er að fara í svona heildaruppfærslu á sundlauginu og þá myndum við búa til svokallað lokakerfi. Og ef við erum með lokakerfi sem er hringrásar þá eigum við möguleika að vera með svona saltvatnslausnir og þá sleppum við að nota klór og þá í raun og veru erum við búin að bæta í raun og veru samskipti við varmana til muna. Þetta er svona framtíðarsýnin en fram að því að þá náttúrulega bara er mjög mikilvægt að við bæði höfum þetta eftirlit sem þessi samningur kveður á og bara mjög gott að vakta og rannsaka lífið í ánni en svo líka bara að verkferlar í kringum sundlaugin að þessu reglulega til endurskoðun og það er bara það sem við gerum og ég veit að ég hef ekki hitt hvergering sem ber ekki mikla taugar til varmana þannig að þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra og það er ég held að það tengja okkur öll saman. Takk fyrir þetta Pétur. Orðið er laust. Enginn kvöður sér ljós, þá leggur til að bæjarstjórn samþykkir samning Virkisbæjar við Hafrannsóknastofnun rannsókn á lífríki þeir sem gefa merki, samþykkja merki. Það er samþykkt samhljóð. Ráðið 13 loftslagsstefnu Virkisbæjar, það er fyrir umræða og það er lagt til að bæjarstjórn vísi loftslagsstefnu Virkisbæjar til seinni umræðu en orðið er laust. Enginn kvöður sér ljós, þeir sem samþykkja vísa loftslagsstefnu Virkisbæjar til seinni umræðu, merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er næstu uppsöfningu og næstu fundingar.